Komið þið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Ég heiti Björn Þorláksson. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir skólastjóri söngskólans. Hún líka mezzosopran og hefur sungið víða heim. Eiginmaður hennar af erlendu bergi brotinn og COVID reyndist ákveðin örlagavaldur í lífi hennar. Guðrún Jóhanna gestur okkar í Helgi spjalli í dag. Vertu velkomin. Já, takk hérlega. Gaman að fá þig. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvernig hefur það? Bara mjög fínt, en þú? Já, bara ég góður. Já. Skammdegið ekkert svona að leggjast á þig? Nei, ætli ég fari ekki sömu leið og margir Íslendingar sem bara fylla dagatalið af verkefnum til þess að taka ekki eftir myrkrinu úti fyrir. Já, einmitt. Það skásta leiðin. Já, ég held það, já. Og líka eftir að hafa búið erlendis, til dæmis eins og í Madrid í 16 ár, þar sem eru 300 sólardagar á ári að meðaltali, og maður getur bara notið þess að vera úti og svona, vera bara meira í augnablikinu, úti. Þá það kannski svolítið öðruvísi aðstæður á Íslandi. Það aðeins öðruvísi. Já, en sem að ég hef oft velt þessu fyrir mér, að vont veður samt getur haft sína kosti, sérstaklega fyrir menningu. Já. Vegna þess að þegar það vont veður úti, þá ekki hægt bara að vera úti og njóta þess að vera til og bara ganga og njóta sólarinnar og eitthvað svoleiðis. Þegar aðstæður eru mjög svona góðar úti fyrir, þá kannski, og fólk getur náttúrulega haft mismunandi skoðanir á þessu, en þetta er svona ákveðin kenning, að þá kannski hefur ekki jafn mikla þörf fyrir að lesa bækur eða hlusta á tónlist eða fara í leikhús eða æfa þig heima eða eitthvað svoleiðis. Það mjög erfitt fyrir mig sem tónlistamann að æfa mig þegar það rosalega gott veður úti. Það eitthvað svona togar í mann. En þegar það mjög vont veður og það bara dimmt úti og mann langar ekki til að fara út, að þá getur verið inni og þá hefur meiri tíma og einbeitingu kannski til þess að æfa þig og sinna menningu og listum. Já, nú rifjast upp fyrir mér þegar maður tók vorpró fyrir norðan þar sem ég ólst upp og það var kannski komin hitabylgja, maður var kannski í prófum fram miðjum júní Já. En svo lokaðurum mitt í menntaskóla og bara hitabylgja á 20 stiga hiti og það var ekki nokkur leið að ná einbeitingu við námið. Nei, og þá viljum Íslendingar líka alltaf nýta dagana. Við verum að hlaupa út það svo gott veður að það var alveg synd að vera heima. Fágæt auðlind sem ber að nýta, fara út. Og það svo skemmtilegt að virðast bara allir vera sammála það að ef það rosalega gott veður að þá á fólk eiginlega rétt á því að vera úti þó það ætti að vera með sér að vinna eða læra eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við þurfum bara að fylla á tankinn þegar mögulegt er. En þegar maður býr í borg eins og Madrid þar sem eiginlega alltaf gott veður þá það hefur það ekki jafn mikil áhrif á kannski daglegt líf og samfélagið. Nei. En það kemur kannski smá vindur og verður kalt og þá er fólk strax byrjað að kvarta bara, þetta er ræðilegt veður og ég sagði þið hefur ekki búið á Íslandi. Þetta ekki vont veður. Ég alveg sammálaður með það að afleitt áhrif af myrkri og kulda geta verið góð. Já. En það þarf náttúrulega kannski svona ákveðið skipulag og aga og svona, það getur líka, það getur brugðið til beggja vona. Algjörlega. Hvernig við svona tökumst á við. Og svo náttúrulega hefur þetta myrkur náttúrulega mikil svona neikvæð áhrif andlega á marga. Já. Og þá mikilvægt að ekki bara að stunda menningu heldur líka, eða það að segja ekki bara vera gerandi heldur líka njótandi, bæði njótandi og gerandi og þá held ég líka að því samhengi þegar við erum að tala geðheilsu eða líðheilsu eða bara, hvað mikilvægt fyrir samfélagið, að þá þurfum við að muna þessi gæði, þessi lífsgæði sem felast í menningu. Og tækifærum fólks til þess að njóta listar og menningar. Og maður hugsar þetta oft, þegar að vera að tala efnahagsvöxtur eða það eru svona ákveðnir mælikvarðar sem eru settir á hluti, í okkar samfélagi og alltaf þarf alltaf að vaxa og verða meira og við verðum að vera ríkari og eiga fleiri hluti og eyða meiri pening og svoleiðis og lífsgæða kapphlaupið alveg að fara með okkur. Já. En oft kannski gleymir samfélagið þessum miklu gæðum sem að felast í því að geta
noti lífsins og allra þeirra lífsgæða sem að peningar veit okkur. En auðvitað þurfum við náttúrulega að vera með, húsaskjól og mat og föt og hita og svona bara grunnþarfir. En eftir það að þá, megum ekki samt gleyma mikilvægi þess að njóta lista og menningar og líka þeir hluti, þeir verða ekki til að sjálfur sér. Þeir þurfa einhvers konar jarðveg til þess að þroskast og þróast og vaksa og dafna og þá ég að tala bæði skólakerfið og þá til dæmis eins og því að ég skólastjóri söngskólans í Reykjavík þá náttúrulega hugsa ég meira kannski tónlistarskóla heldur en aðra skóla en tónlistarskólanir en líka grunnskólanir og svo háskólanir en svo náttúrulega líka bara allir þeir innviðir sem við erum með, leikhúsin og tónlistarhúsin og kvikmyndirnar og bókmyndirnar og dansinn og myndlistin og allt þetta. Ég nefni þetta bara vegna þess að það kemur alltaf upp umræðum þess að hverju árum listamannalaun sem ég myndi frekar reyndar vilja kalla verkefnastyrki listamanna sem þar sem þeir eru í raun og veru vegna þess að fólk er að presentera ákveðin verkefni með ákveðin tímaramma og ætlar að gera einhver ákveðna hluti og svoleiðis en það er ekki eins og sitja bara heima og sér á borgaralaunu við að gera ekki neitt en þess vegna finnst mér þetta nafn listamannalaun ekkit endilega kannski besta nafnið fyrir þessa verkefnastyrki til listamanna og ég held að þetta fari líka mikið í taugarnar af fólki sem að kannski veit ekki út á hvað verkefnin ganga. Já. En þetta eru náttúrulega rosa mikilvæg verkefni sem að halda uppi líka stórum hluta okkar menningarlífs. Og í svona litlu landi að þá held ég að sé mjög mikilvægt að bara leggja pening í þetta en auðvitað á góðan hátt og sjá til þess að fjármunum sé úthlutað og réttlátan og faglegan hátt og það sé líka ákveð aðhald að sjá hvað er fólk að gera og hverju það búið að skila af sér og hvað er spennandi og gefa mörgum tækifæri og allt það. En ég segi þetta kannski svona bara til varnar úthlutunar fjármuna til listkennslu og svo bara menningar og lista almennt. Já, og bara þetta viðhorf til menningar og lista. Já. Ég er náttúrulega svolítið eldri en þú maður hefur upplifað tíman að tvenna í þessum efnum en ég var í brúðkaupi ekkert alls fyrir löngu og þar var svona brandari maður fekk einhver stiga, maður þekkti einhvern sem hefði farið í listaháskólan af því að það hvað maður að segja andrúmsloftið í brúðkaupinu eða hjá brúðhjónunum var kannski pínu þannig að það var svo rosalega fyndið að fólk færi í svona ópraktist nám Já. Og mér finnst til dæmis þegar ég ber saman útskriftar árgangi minn úr mentó 1985 það eru ótrúlega mörg okkar listamenn alveg bara gríðarlega mörg í árgangnum urðu listamenn meðal annars vegna þess að viðhorfi var jákvætt þetta þótti eftirsóknarvert að búa yfir nægum hæfileikum til þess að leggja allt undir og oft fylgdi bara svona þokkalegt lifibrauð en núna svona auðvitað að hafa Íslendingar alltaf verið efnishyggju þjóð kannski vegna þess hvað stuttir síðan við höfum það svo óbúslega skítt það er bara svo kalt já og bara en maður hefur svona aðeins fundið fyrir því að það þarf að berjast svona meira gegn neikvæðum viðhorfum gagnvart list og menningu finnst mér í samtímanum heldur en stundum ef ég bakka einhverja áratugi aftur í tíman. Já, algjörlega. En líka áhugavert að þú nefna listaháskólan eða bara eða háskólanám í listum vegna þess að eitt sem er náttúrulega svolítið sjokkrandi við Ísland og það sem hefur verið að koma fram undanfarið hversu lítils menntun er metin í launum til dæmis. Þannig að og maður sér þetta bara í kringu það er svo margir sem að tala um þetta og ungt fólk hugsar á hverju ætti ég að vera að mennta mig og fá einhverja gráður ef að ég græði ekkert á því. Neikvæður efnahagslegur ávinningur af því að stúdera. Já. Og náttúrulega ef að stefnan er svo að þú hækkir ekkert í launum eða það sé ekki ávinningur af því að mennta þig frekar að þá er það ákveðin svona stefna í að bara svona lækka menntunarstig þjóðarinnar og þá á sama tíma myndi ég segja lækka til dæmis menningalæsi heimspekilega hugsun gagnrýna hugsun og bara margt sem að gera okkur held ég að áhugaverða manneskjum að þú veist að við vitum meira að við getum sett hlutana í samhengi að við séum víðsýn og bara ýmsir hlutir sem að menntun
sem að menntun sko veitur okkur en þetta sambandi við efnishyggjuna, ég tók svona sérstaklega eftir þessu eftir að ég flutti sko frá Íslandi og ég flutti frá Íslandi 2020 og svo aftur til Ísland, ég flutti frá Íslandi árið 2000 og svo aftur til Íslands árið 2020. Já. Og og þá svona og þá fær maður náttúrulega ákveðna fjarlægð á landi þegar maður býr erlendis sem kom samt mjög mikið hingað og svona og tók þátt alveg í menningarlífinu og hitti fjölskylduna mína og las fréttir og fylgdist með fréttum og svoleiðis. En það var það er þessu ofboðslega áhersla á efnisleg gæði á Íslandi. Það er rosalega mikil efnishyggja ríkjandi og mannvirðingar svolítið metnar eftir skattaframtölum sko. Algjörlega, já. Sem eiginlega dularfullt sko. Og þetta var náttúrulega ennþá meira kannski fyrir hrun og ég man sko fyrir hrun þegar ég var að lesa fréttir og útrása víkingana og allt þetta ríka fólk og það var alveg bara sko forsíðugrein eftir forsíðugrein alveg sko eins og þetta væri svo svakalegar hetjur. Fólk sem og ég einhvern veginn bara og náttúrulega listamaður í útlöndum og sagði, eru þetta okkar hetjur? Er það einhver hetju dáð að græða rosalega mikið af peningum? Yfirleitt á kostnað annara. Þannig að er það eitthvað sem við eigum að vera að líta svona mikið upp til? Viljum við að þetta séu okkar fyrirmyndir? Þetta voru svo mikið okkar fyrirmyndir. Og kannski breytist eitthvað í hruninu en kannski erum við bara komin aftur í sama horfið. En það er náttúrulega, sko eins og vorum að tala að sko veðri og bara erfiðar aðstæður í landinu gera það verkum að það er náttúrulega nauðsynlegt að eiga húsnæði og eiga hlýföt og góðan mat og svona og en það er jafn nauðsynlegt að vera með eitthvað uppbyggjandi að iðja. Já, algjörlega. En ég segi, það er kannski er það, ef maður bara hugsa þetta bara svona, á stóran hátt, kannski er það ástæðan fyrir því hvað það er rosalega mikil efnishyggja á Íslandi að það er alltaf ákveðin hræðsla í okkur, sko, við að, við gætum bara orðið úti, auðveldlega. Ég kalla þetta hungursneiðar komplexin og þetta kemur fyrir einn af bókunum mínum. Þetta sem þú ert að tala núna. Mjög góð hugmynd, hungursneiðar komplexin. Því að ef ég til dæmis, sko, bara því að ég bjó í Madrid í mjög langa tíma og líka og söng mikið og ferðaðist Spán og svoleiðis og í Madrid er enda verður kalt á nóttinni en til dæmis svo Suðurspáni að sko það er hægt að lifa á svo ofboðslega litlu. Sko, húsnæði er mjög ódýrt, fólk er yfirleitt að fara eitthvað lágum launum en matur er ódýr, samgöngur er ódýr, húsnæði er ódýrt, þannig að þú þarft ekkert svo mikið og svo getur þú bara farið út og það er gott veður og svo getur þú bara farið á einhvern bar og fengir eitt bjór og þú fær ókeypis tapas með og þú ert eiginlega bara búin að borða kvöldmat, skilurðu? Þetta gerist ekki á Íslandi. Nei, þetta gerist ekki. Allt sem þú ætlar að gera kostar svo rosalega mikið pening og svo erum við náttúrulega líka, sko, ég veit ekki hvað ég að fara út í mikla pólitík en ég meina, húsnæðislán á Íslandi því að nú hef ég bæði upplifað sko markaðinn á Spáni og að við sem að borga þrefalt og fjórfalt hærri vexti heldur en löndunum í kringum okkur á evrusvæðinu er náttúrulega bara galið og ég hef aldrei skilið eftir að flutti til Íslands á hverju segir engin neitt, er öllum bara alveg sama, er þetta bara allt í lagi, að það sé svona illa að fara með okkur. Ótrúlegt. Ég bara skil það ekki, ég skil ekki að fólk sé ekki sko reiðar yfir þessu, samt nenni ég ekki að vera eitthvað endalaust í einhverjum póstum á Facebook eða eitthvað því ég maður þannig að gera en ég vona samt að aðrir taki upp hanskanum sem eru náttúrulega svo sem að gera það og benda á þetta. En þannig að það er svona, sko, þetta er náttúrulega mikið lífskeiðarland, þetta er mjög ríkt land, en það er samt, þetta er samt svolítið mikið hark hérna. Og bara, að komast að, bara geta komast... Hark og sambönd. Já, hark og sambönd, auðvitað. En bara komast á húsnæðismarkað, bara að fara bara í bónus og kaupa sér mat, það er bara rosalega dýrt. Allt er dýrt, einhvern veginn. Þannig að það er hræðsla í fólki. Og það er ekki eins og þessi ódýrara í næstu lágvöruverslun. Nei, það er bara lengi, og lengi munur á bönkunum heldur, að það er bara... Engin samkeppni á milli bankanna. Nei, það er svona þessi óbærslega fákeppni og þannig að það er ákveðin svona hræðsla í fólki, held ég. Og þessi hræðsla kannski eykst meira og verður að svona rosalega mikilli efnishyggju sem að maður sér í kringu sig og það er náttúrulega verða listirnar og menningin að koma sem einhvers konar ansvar við þessari efnishyggju. Já, það er líka lotningin gagnvart svona handhöfum fjármuna til dæmis bara í fjölmiðlum. Já. Hún mjög svona svolítið á skjön við
við svona margt sem maður tekur eftir bara ef maður ber Ísland saman við önnur lönd, svona efnistök, fjölmiðlafólks og svona. Þannig að það kannski þannig sko að viðhorf okkar sem ef þau spretta upp úr einhvers konar ótta við að við förumst úr hungri á morgun sko og dagurinn í dag verði einhvern veginn að mótast af einhverju með litið til þess. Það kannski þannig að viðhorfin lifi lengur, gömlu viðhorfin kannski bara trámun, bara áföllin í DNA áföll sko, hún var nú ekkert grín Íslandsagan, það er ekkert langt síðan að það er rauninni munaði hársbreyta Íslendingar myndu bara deyja út vegna harðræðis. Og svona mér oft dottið í hug hvort þessi viðhorf hafa lifað miklu lengur en sem nemur þeim umskiptum sem orðið hafa velferðarlega á íslensku samfélagi. Já, það er mjög góð punktur sko og ég held að sé alveg mikið til í því. Að það kannski tekur okkur bara lengri tíma að átta okkur á hverjar aðstæðurnar eru. En þá skiptir líka máli hvað við erum að tala og hvort við erum að hampa listum og mikilvægi menningar og svona slá aðeins á putta efnishyggjunar og þá nú gott að hafa þig hér af því að ég hef tekið eftir því til dæmis að það hefur komið fyrir að þú hefur lagt orðið í belg á samfélagsmiðlum, þú hefur aðeins svona varað við því að hér verði efnahagsleg stéttaskipting hjá tónlistabörnum sem að læra músík og það er svona og allt er pólitík sko. Það er nú bara þannig og það er gott að eiga málsvara fyrir jöfnuði, ekki síst af því að þú gætir alveg ákveðið það þegar þú ert orðinn skólastjóri söngskóla sem nú er bara best fyrir mig að bara þegja í opinberri tjáningu og bara hafa það náðugt en þú hefur sem sagt maður svona heyrir að hjarta þitt slær fyrir ákveðnum elementum. Já, það gerir það og mér finnst bara rosalega sorglegt sko, ég hef alveg séð það beint í skólanum þegar að nemendur eða foreldrar eiga í vandræðum með að borga skólagjöldin og svona já, ég veit nú ekki alveg svo hvort að hún getur haldið áfram því þetta er svo dýrt nám sem það er og og þess vegna væri náttúrulega mjög gott ef að þar var hægt að lækka skólagjöldin. Það eru sko skólahljómsveitirnar í Reykjavík eru rosalega ódýrar og það hefur verið lögð mjög mikil áhersla á þær og það sko er bara mjög lág skólagjöld og krakkar geta leigt hljóðfæri og svo nýtt frístundastyrkin sinn sem er alveg 75.000 í Reykjavík. Þannig að sko svona fjárhagslega tapa foreldrarna stuði á því sko að senda börnin sín ekki í skólahljómsveitirnar. En það er náttúrulega ákvörðun að gera skólahljómsveitirnar svona aðgengilegar en annan nám óaðgengilegra. Þetta er allt spurning kríterju. Þannig að til dæmis sko söngnám er miklu dýrara. Og það er líka dýrara að læra á fiðlu heldur en á trompet. Þannig að og það er náttúrulega svolítið skrítið að sé svona mikið ósamræmi á milli hljóðfæra og hver ákveður það að það sé svona mikið ósamræmi. En svo er líka áhugavert að bera saman sko bæjarfélög á Íslandi vegna þess að það er ekki sama aðgengi að tónlistarnámi í öllum bæjarfélögum á landinu. Þannig að það er og sko til dæmis Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður hafa allir byggt til dæmis sína tónlistarskóla og þeir eru reknir af eða með sveitafélögunum. En til dæmis í Reykjavík eru allir skólarnir sjálfstæðir nema skólahljómsveitirnar en þá er ég að tala sko þessa skóla sem eru sem eru ekki skólahljómsveitir. Þeir eru sjálfstæðir og þeir eru á tímabundnum samningum við Reykjavíkurborg. Og fá á vissum stigum frá Reykjavíkurborg og svo hærri stigum frá jöfnunarsjóði, frá ríki gegnum jöfnunarsjóð sem er mjög flókið fyrirkomulag og held ég alls ekki besta fyrirkomulega sem að tónlistarnám gæti verið í. En allavega það sem ég vildi koma að er sko að til dæmis Kópavogur, Hafnarfjörður og Garðabær hafa allir byggt tónlistarskóla. Sér hannaðar flottar byggingar með sko bara góðum stofum og tónleikasölum og þar eru skólagjöldin líka lægri heldur en í Reykjavík. En Reykjavík hefur ekki byggt neitt tónlistarskóla. Þetta er rosalega skrítið. Þetta er mjög skrítið. Þannig að tónlistarskólanir þeir hírast allir í mismunandi húsnæði og þeir þurfa að
að sko innheimta skólagjöld til þess að halda við þessu húsnæði. Eða þú veist, til þess að borga leigu eða greiða niður lán sem eru 3 eða 4 sinnum hærri heldur en á evrusvæðinu til þess að kaupa sér eitthvað. Og þannig að skólagjöldin þau fara í reksturinn en kennslukostnaður greiðist eða ætti að greiðast þó náið því ekki af ríki og borg. Þannig að þess vegna eru sko krakkar í Reykjavík að borga miklu meira heldur en krakkar í öðrum sveitarfélögum. Og þar að auki hefur Reykjavíkurborg líka sett aldurstakmarkanir á tónlistarnám. Þannig að þú ert eldri en 25 ára þá getur ekki byrjað sko í grunnnámi í söng og þú ert eldri en 18 ára getur ekki byrjað í grunnnámi í hljóðfæraleik. Og þetta mjög erfitt svona sérstaklega sko með hljóðfæraleikin fyrir skóla eins og FIH þar sem að krakkar eru að læra eru ritmísku tónlistarnámi og kannski ákveða miklu seinna heldur en í klassísku tónlistarnámi að þeir vilji fara í tónlistarnám vegna þess að mjög oft í klassísku tónlistarnámi eru það foreldrarnir sem ákveðu fyrir barnið jafnvel þá að 3, 4, 5, 6, 7 eða 8 ára að foreldrarnir vildu að barnið myndi fara í tónlistarnám og þá klassískt tónlistarnám. En svo eru það yfirleitt nemendurnir sem ákveða seinna bæði sko að þeir vilja fara í söngnám eða þeir vilja fara í ritmískt tónlistarnám, hvort sem það er söngnám eða hljóðfæranám. Og þá eru þeir oft kannski bara búin að missa af sínu tækifæri út af þessum aldurstakmörkunum. En þessar aldurstakmarkanir eru ekki út af landi. Þannig ef þú vilt læra í Húsavík, þú veist, eða á Egilsstöðum, þá er það bara allt í lagi. Þá ertu ekki með þessar aldurstakmarkanir. Þannig að það er svona ósamræmi sko á landsvísu hvað varðar aðgengi að tónlistarnámi. Já, ég flutti að norðan frá Akureyri fyrir 4 árum rúmum. Mér fannst vera meiri breitt í þegar ég horfði svona yfir nemendur tónlistarskólans á Akureyri. Þá fannst mér að þetta var svona ekki neitt forréttindi bara hægur á því, það var bara alls konar fólk, alls konar nemendur, alls konar foreldrar en mér finnst ég hafa orðið vitnað því hér fyrir sunnan í Reykjavík að það séu kannski einmitt tilhneigingin sé að þetta séu betur stæðir foreldrar og það er ekki nógu gott. Nei, svo líka annars sko að í sumum tilfellum eru það foreldrarnir sem borga skólagjöldin en í sumum tilfellum þegar krakkar eru orðnir aðeins eldri að þá eru farnir að vinna og þá eru þeir jafnvel að borga sín skólagjöld eða einhver útgjöld með eigin peningum og þetta er líka annað sko sem er rosalega mikill munur á Íslandi og þeim löndum sem ég hef búið í Bretlandi og Spáni að krakkar séu svona mikið að vinna með námi og það bara verða allir að fara að vinna á meðan til dæmis, þú veist, eins og erlendis, það fólk sem ég þekki þar, ef að krakkar eru í námi þá eru þau bara í námi og þegar þau eru ekki tíma þá eru þau að læra heima og þau eru að æfa sig og þau eru að einbeita sér að náminu en þau eru ekki sko bara að þú veist, ég verða að fara að vinna þú veist, í ísbúð og eitthvað til þess að geta keypt mér, þú veist, gallabuxurnar sem eru í tísku núna og svona, þú veist, þessi efnishyggja, hún byrjar svo ofboðslega snemma og það er jafnvel sko, þú veist, jafnvel börn bara vel efnara foreldra eru, já nei, ég hef alla tíma til þess að vera í tónlistarnámi því ég byrja að vinna svo mikið og maður byrja, af hverju ertu að vinna? Þú veist, býrðu ekki ókeypis heima hjá foreldrinum og fær mat þar og þú veist, þú ert í framhaldsskóla þar sem þú ert ekki að borga einhver há skólagjöld. Þú veist, þarna held ég við þurfum aðeins að staldra við og hugsa, þurfa allir þessi krakkar að vera að vinna svona mikið? Á hverju eru þau að vinna? Á hverju eru þau ekki bara að einbeita sér að sínu námi og reyna að sko að vinna það sem best á þeim tíma þegar þau eru móttækileg fyrir námi, þau eru móttækileg heilin og móttækilegur fyrir því að taka í nýjar upplýsingar því sko eftir því sem við erum eldri að þá erum við minna móttækileg fyrir nýjum upplýsingum og við lærum bara ekki að vel. Þannig að þetta er líka eitt sko og svo til dæmis þú veist það sem ég tekið eftir mjög mikið með sko krakka sem eru komnir upp í framhaldsskóla eftir að framhaldsskólinn var styttur úr 4 árum í 3 ár. Hann var sko, var 4 ár þegar ég var í framhaldsskóla og ég lauk stúdentsprófi 1997 frá MH og það var bara voða þægilegt, þú veist, að ég upplifði þannig ekki mikið álag í skólanum sko. Mikið rými til þess að þroskast sem einstaklingur. Já, einmitt og félagslífið var náttúrulega mjög mikilvægt og þannig að það var hægt að gera rosalega mikið með skóla. En núna eru þessi krakkar, þau eru að taka samanám, eða nokkuð einn samanám á 3 árum. Og svo eru þau sko, þú veist þannig að þau eru í skólanum, þau taka alltaf 3 árum, svo eru þau í félagslífinu, svo eru þau kannski einhverjum íþróttum eða tónlist og svo eru þau í klúbunum eða ráðunum í skólanum og það er söngleikurinn og það er, þú veist, kórinn og það er þetta og hitt
og þau eru bara að deyja úr stressi sko. Þú veist, þau eru bara að taka alltaf mikið að sér. Þau eru alltaf busy. Já, og þú veist, og við tökum eftir þessu líka í tónlistarskólanum, þessi krakkar þau bara hafa ekki tíma til þess að sinna náminu og þá detta þau mjög oft út úr tónlistarnámi. Bæði er það dýrt, þú veist, til hvers þá verið að halda áfram í svona dýru námi, þú veist, ef að barnið mitt getur ekki sinnt í þegar það er svo mikið að gera, bara deyja úr stressi, þú veist, vil ekki að 17 ára unglingurinn fari bara í kulnun strax. Þannig að þá detta þau út. Og þetta eru svo mikilvæg ár, sko. Því að svo ef þú vilt byrja aftur, þá ertu svolítið búin að missa af lestinni, sko. Já. Þú veist. Námslánin er orðin svo vond að flestir nemendur hér í háskólasamfélaginu eru hættir að taka þau. Já. Og einmitt bara við erum með ótrúlega atvinnuþátttöku. Það hlýtur að leiða til þess að við fáum minna út úr náminu. Algjörlega. Meira fúsk. Tíminn fer í aðra hluti heldur en það sem að tíminn á að fara í og við endum síður samkeppnishæf bara við aðra þjóðir. Já. Ef ekki verður við brugðist. Nei, fólk er svo hrætt við húsnæðismarkaðinn að það vil sko byrja að vinna snemma til þess að vinna sér inn peninga til að geta átt fyrir útborgun vegna þess að lánin eru bara fáránleg og vegna þess að þú veist að þetta svona lána og íbúða umhverfi á Íslandi er bara út úr öllu korti, er mín skoðun og þannig að þetta hefur svo mikil áhrif á þú veist hvernig fólk mótar svo líf sitt. Já. Og það er bara mjög sorglegt og þessi, svo segir sko, ég til dæmis sko, þegar ég fór út í framhaldsnám ég fór út árið 2000 og fór í tók Master of Music in Performance og tók svo 2 ára óperudeild við Guildhall School of Music and Drama í London. Hörkuskóli. Já, og mjög flott nám, rosalega ánægð með mitt nám, það var bara, ég fekk alveg óbærslega gott kennslu og mikið að tækifærum og svona og fór svo að vinna eftir það og var líka alls konar verkefni með náminu sko, og mikið sem að skólinn sendi mér sem var þá bara, þú veist, fara að syngja þarna í þessari oratóriu og gera alls konar hluti og svona en og þá sögðu allir við mig á Íslandi, já þú bara tekur námslán, þetta er svo rosalega góð lán, þetta er bestu lán sem þú getur fengið. Nei, svo kemur bara í ljós þetta, þú veist, ég áttaði mig ekkert á því þá þegar ég var leiðin út í nám, þetta eru verðtryggð lán og þau eru bara búin að hækka og þú veist, ég sé bara þó ég sé góð starfi ekkert fram að geta nokkuð tíma að borga niður þessi lán. Nei. Og sko ég hef heyrt fólk eins og Höllu Hrund Lóadóttur segja það sama. Já. Og hún segir, ég sé ekki fram að geta borga niður mín lán. Þú veist, þetta er bara absúrt, það er eins og sko fólki hafi verið refsað fyrir að fara í framhaldsnám. Það er nefnilega málið, í stað þess að umbuna námsmannum og hvetja til menntunar eins og ég man eftir 85 svo ég kom aftur því þegar ég útskrifaði sem stúdent þá hefur orðið þessi öfug þróun að hvatarnir hafa bara breyst sumpart í refsingu sko. Já, algjörlega. Þannig að bæði sko hafa námslánin orðið fólki mjög mikil byrði, sérstaklega þeim sem að lærðu erlendis út af því, þú veist, hvernig gjaldmiðlinn okkar alltaf fara upp og niður og svoleiðis, þannig að þú veist, og svo þessi blessaða verðtrygging, sko, sem að útlendingar bara trú ekki, verðtryggð lán, hvað er það? Það er ekki hægt að útskýra verðtryggingu fyrir útlendingum. Og þau segja, er það löglegt? Ég verið að tala mér sér við, sko, lögfræðinga í London og svona, er það löglegt á Íslandi? Bara, vá, þetta er svo mikið óréttlæti. Nei, við bara sitjum og takk fyrir bara ég skuli komast inn á húsnæðismarkað. Já. Og öllum finnst þetta bara allt í lagi. Já, ekkert mál, bara hún þarf að þakka fyrir að búa einhvers staðar og deyja ekki og kulda bara út á götu, sko. Þannig að bæði það að sko námslánin hafa orðið fólki rosalega mikil byrði eftir að fólk fattaði það ekki þegar það var að taka þessi námslán, hvernig þau yrðu í framtíðinni og það eru svoleiðis Facebook-grúppunar þetta greiðendur, lín námslána erlendis og svoleiðis og fólk hefur verið að reyna að fara í mál við lín eða mennta sem námsmanna og svona hefur ekkert engin árangur náðst í því og þar auki fær fólk ekkert há laun fyrir að vera með sko masterskráðu eða þú veist eða frekara nám. Reynd ekki. Já, þú veist það kannski eitthvað sem pingu pons en þú veist í raunin ekki. Þannig að þeir sem að bara þú veist, bara lærði heima og fór ekkert út og tóku bara basic nám og komast inn á húsnæðismarkað miklu betur stattir, þú veist, og þetta er kannski ekki svo mikið vesen fyrir þau. En, þú veist, í stóra samhenginu að þá sko, þú veist, þá er svo stefna stjórnvalda á línu að menntunarsjóðs námsmanna hafi verið raunar að lækka menntunarstig þjóðarinnar. Og það er bara mjög sorglegt. Mjög alvarleg skilaboð. Já. Þið voru að detta inn í spjallið núna í útvarpi eða sjónvarpi þá er þetta helgispjallið
Ég ræði við Guðrúnu Jóhannu Ólafsdóttur, skólastjóra Söngskólans. Við ætlum aðeins að skipta takt núna, mér langar að fara til bernskuðinnar og svona fá að kynnast þér aðeins sem barni. Ég veit að það rosaleg músík á þínu heimili, maðurinn í músík og börnin í músík, þú vinnur við músík. Hvernig bar það til? Já, sko, ég svona ólst upp á mætti segja miklu svona menningarheimili en þar var sko leikhús, bókmyndir og kvikmyndir stóðu framar tónlist og myndlist líka var mjög svona sterk í mínum uppvexti. Hvar var Þannig að það heimilið? er svolítið skrítið að ég skulle hafa farið út í tónlist af vissu leyti. Hvar ólstu upp? Já, en sko ég það er svolítið flókið að segja frá því ég get ekki bara, þú veist, þegar fólk spyr mig hvaðan ég er þá segist ég bara að vera frá Íslandi vegna þess að ég fæddist í Reykjavík en foreldrar mínir bjuggu þá í Stykkishólmi ólst þar fyrsta árin og svo fór ég til Akureyrar, bjó þar í 4 ár og svo 2 ár í Reykjavík og svo 2 ár í Kópavogi og svo 1 ár í Reykjavík og svo 2 ár á Akureyri og svo 2 ár í Reykjavík. Hvað skýrði alla þessar flutninga? Já, bara foreldrar mína voru mikið að skipta störf og þannig og svo skildu þið líka þegar ég var svona 12-13 ára og þannig að það var bara svona mjög mikið rót sko í rauninni. Og þannig ég var ekki mikið á svona sama stað og mínir svona vinir sem ég held mestu sambandi við eru þeir vinir sem ég eignaðist í menntaskólanum við Hamrahlíð og það var sá skóli sem ég var lengst í 4 ár, ég var aldrei sko, ég var ekki það lengi í neinum öðrum skóla það hefði náttúrulega verið 3 ár í dag ég væri þar í dag því að búið að stytta námið en sko mamma, Signý Pálsdóttir, hún lærði sko leikhúsfræði í Kaupmannahöfn og pabbi minn Ólafur H. Torfason, hann lærði kvikmyndafræði í Kaupmannahöfn líka. Þau voru með talandi þessi námslán áðan, þau voru að borga svona 700 krónur á ári fyrir sín námslán sko. Já, bara gjöf. Þannig að þeirra nám var svolítið ódýrara heldur en mitt. Svo komu þau til Íslands og voru svona að leita sér að vinnu og þau bara ákveða að fara í 1 ár í Stykkishólmi að vinna sem kennarar og voru þar svo 7 ár. Og þess að ég fættist á því tímabili en svo fluttust við til Akureyrar þegar mamma hún fekk starf sem sko leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar og hún gegndi því starfi fyrstu 4 ár og svo var hann annars ára og svo kom hann aftur í 2 ár þannig að ég var þá með henni á þeim tímabilum báðum og pabbi var ritstjóri Þjóðviljans og var fréttamaður, útvarpsmaður og kvikmyndagagnrýnandi og skrifaði bækur og greinar og starfaði við ýmislegt. Þannig að hans svona áhugasvið var mjög mikið á kvikmyndum og líka bara sögu og mannlífin og svo leis og myndlist, sko, mjög mikil myndlist í fjölskyldunni líka bæði mömmu og pappa megin. Þú ert komin á mjög skapandi fólki. Já, mjög skapandi fólki, já. Og svo var mamma líka, hún var framkvæmdastjóri Listahátíðar í Reykjavík og hún var leikhúsritari Þjóðleikhússins og svo var hún skrifstofustjóri menningarmála hjá Reykjavíkurborg þannig að hún sko vann alla sína tíð með mikið í menningarmálum og ég var mikið svona leikhúsbarn sko, ég ólst upp eins og margir segja svona í leikhúsinu, svona nepobarn en það var svolítið í leikhúsinu, ekki tónlist í rauninni og fór á alla sýningar og byrjaði svo að leika sjálf 9 ára, það fannst mér rosalega seint vegna þess að allir í kringum mig systir mín Melkorka og bróðir minn Torfi og bestu vini mínur og frænka og svona höfðu öll fengið tækifæri og undan ég og búin að bíða í mörg ár eftir mínu fyrsta tækifæri þegar ég fekk það 9 ára og það var í Þjóðleikhúsinu og þá leik ég í leikriti sem heiti Gættu þín og þar og það var svolítið skemmtilegt að þá sko lék ég sem sagt dóttur konans Kristjáns Jóhannssonar óperusöngvara og ég fór einu svona heim til þeirra sko og hitti hann einmitt sko, fór heim til þeirra í hádegismat og þá var hann á svona silkislopp og ég vissi náttúrulega að hann var mjög frægur óperusöngvari og ég hugsaði sko, vá, hann bara á hádegi, bara á silkislopp heima hjá sér, þetta hlýtur að vera rosalega gott jobb að vera óperusöngvari en svo hugsaði ég líka sko, ég man eftir leikriti þar sem að leikararnir voru að borða snakk á sviðinu og það var hluti af leiksýninguna þau segi, þetta hlýtur að vera hið fullkomna starf að vera á sviði og borða snakk ég man eftir svona hugsun líka sem barn og fá borga fyrir það og svo var ég bara mikið í leikhúsi og þegar ég var 11 og 12 ára þá var ég alveg í 2 leikár að leika í Óvitum í Þjóðleikhúsinu barnasýningu þar sem að fullorðnir leiku börn og börn leiku fullorðna og það var rosalega skemmtilegt
og svo var ég að leika í Haustbrúði og svo fyrir norðan þá var ég að leika í Önnu í Línu Langsokki, Leikfélag Akureyrar og svo alls konar hjá svona áhugaleikfélögum og skólaleikfélögum og skólasýningum og svo, en tónlistin sko í rauninni, þú veist, ég svona söng mikið heima, alltaf gaman að því, en tónlistin svona byrjaði í rauninni þegar ég var í skólakór Kársnes og þar var Þórunn Björnsdóttir kórstjóri og hún alveg frábær kórstjóri sko. Og hún var svo mikil innblástur fyrir mig og fyrir mig marga. Meðal annars voru sko Emiliana Torrini og Gissur Páll Gissurason bæði með mér í kór sko. Þannig að við erum svona 3 sem vorum í kór á sama tíma sem urðum öll söngvarar, svolítið skemmtilegt. Og fleiri líka reyndar sko. En hún var rosalega mikil innblástur, alveg frábær og þá byrjaði ég að syngja svona kannski meira af alvöru og fékk stundum að syngja einhver sóló og fyrir svo, vá, hvað þetta skemmtilegt og svona. En svo svo flutti ég sko norður, þá þurfti ég að hætta í kórnum og þá fór ég fór svona námskeið í Tónlistarskóla Akureyrar, fór ég nokkra söngtíma hjá sko írskri söngkonu sem að var sko svona eitthvað að vinna fyrir kaþólsku kirkjuna á Akureyri og ég heyrði henni í messu syngja og ég semst kaþólsk og við stundum það í messu og þá fór ég eitthvað að tala við henni og hún tók mig í tíma og hún byrjaði að kenna mig söng og hún kendi mig líka tónfræði. Og það var fyrsta tónfræðin sem ég lærði svona almennilega en ég lærði hann allavega á ensku það var þetta crotchets and quavers og svona þannig að en svo fannst mér röddin mín fara verða allt og óperuleg og ég vildi það alls ekki sko, ég vildi bara syngja söngleikja tónlist eða eins og Janis Joplin eða rock tónlist og eitthvað svona það var svona 14-15 ára. Var popdraumurinn Mér langaði ekki til að vera popsöngunni, það meiri áhuga á sko söngleikjum og svo hafði ég meira gaman að rocktónlist heldur poppi, þú veist, ég var ekki aldrei inn á Eurovision línunni eða þannig. En en við, þú veist, vinirnir settum upp til dæmis Jesus Christ Superstar í Gagnfræðaskóla Akureyrar og þú veist, og ég var svona mikið inn á þeirri línu sko. En ég vildi ekki syngja eins óperusönguna, þannig ég hætti í söngtíman. Og þess vegna skil ég sko mjög mikið nemendur sem eru hjá okkur núna og eru þessum aldri, þetta mjög algengt sko að þú veist að nemendur á þessum aldri að sérstaklega kannski stelpur svona þú veist 14, 15, 16, 17 bara ég vil alls ekki syngja óperutónlist og vil ég ekki vera að nota höfutónu svo mikið. Ekki hipp og cool. Nei, það bara asnalegt. Og ég skil það alveg sko því mér fannst það líka á þeim tíma en svo breyttist viðhorfið það var svona 18 ára þá fór ég að hlusta sko því að maðurinn og mömmu seinni maðurinn og mömmu Árni Möller hann svona mikill tónlistaráhugamaður og átti flíil og stórt plötusafn og rosalega góða græjur og svona ég fór að hlusta sko heima hjá honum á Mariu Callas og Pavarotti og Cicilio Bartoli og svo fór ég eitthvað svona að prófa að syngja með fannst mér það bara rosalega fyndið þá fór ég bara svona herma eftir óperusöngur eitthvað svona og svo fór ég að þetta samt svolítið flott sko og þá fór ég að læra bara heilu aríurnar eftir heyrn og svo án leiðsagnar án leiðsagnar sko bara eitthvað svona upp á gamanið og en svo stakk nú mamma upp að ég myndi kannski fara í einhverja tíma og þá fór ég til Rutar Magnússon sem var yndisleg og hún fór í pröfutíma til hennar og hún sagði já there is a voice sagði hún sko en hún sagði þetta rosalega stór ákvörðun fyrir þig sagði hún til hvaða kennara þú ætlar að fara þannig ekki bara ákveða strax til hvaða kennara þú ætlar að fara þú ert með mjög gott efni og hún sagði shop around og ég sko ég ber rosalega mikla virðingu fyrir henni og líka fyrir að hafa sagt þetta við mig því að ég vissi þú veist eftir á hún vildi rosalega mikið kenna mér vegna þess að henni fannst ég vera með eitthvað efni sem hún geti unnið með en hún var samt það sko gjafmild að hún tók mig ekki bara og sagði hún mín, hún sagði bara shop around, farðu og leitaðu þeirra kennara sem ég gerði og prófaði aðra og svona en ég var alveg sannfærð að hún væri mín manneskja þú veist, við líka bara tengdum alveg einhvern veginn svona saman tónlistarlega og líka bara einhvern veginn svona örugglega, þú veist, tilfinningarlega og á einhvern svona intellektual hátt því að ég hafði líka svo gaman að hvernig hún upplifði tónlist og texta. Var stutt í höfnunar bara tilfinninguna hjá þér að hún vildi ekki Nei, alls ekki sko það var engin höfnun, þetta var bara svona opnaði dyrnar fyrir mér opnaði dyrnar. Já, hún bara gaf mér val og hún sagði sko þú veist, nei það var sko því að hugsunin var þú ert með hæfileika og það skipti máli hvert þú ferð ekki bara gera það bara það fyrsta sem þetta eftir í hug og ég var mjög hissa en það var engin höfnunatilfinning ég var bara svona,
Já, merkilegt að hún skulle segja þetta. En svo fór ég til hennar og hún var rosalega gjafmyndu kennari, gagnvart mér, sko, því að ég var hjá henni í formlegu námi og svona, en svo gaf hún mér miklu meiri tíma heldur en hún fékk borga fyrir. Já. Og hún bara gaf mér fullt af aukatímum. Eins og mörg dæmi eru Já, það bara gerir stundum. Það er náttúrulega ekki alltaf ætlast til þess, en stundum, og ég sé alveg kennara líka sem hafa gert þetta við sína nemendur, sko, eftir ég var skólastjóri og svona, þar sem að, eða þú veist, og náttúrulega það eru margir sem að, þú veist, fara í nám, fara í tónlistanám og fara í söngnám og svona, en náttúrulega sem kennari, ef þú færð allt í einu nemanda sem að er með, sko, sem að bara virkilega ætla sér að gera þetta. Já. Eða hefur bara rosalega mikinn áhuga eða efni og leggur sér fram og æfir sig og bara lærir og hefur frumkvæði og mér langar að syngja þetta og mér langar að syngja þetta og svoleiðis, þá er það náttúrulega líka rosalega skemmtilegt fyrir söngkennarann. Mikil hvatning. Mikil hvatning, já. Og þá verður starfið svo miklu skemmtilegra. Ég voru vitnaði að sumir tónlistakennarar eru sko á kvöldin, jafnvel helgar og einmitt eins og þú segir algjörlega utan allra launakjara. Já. Og mjög mikil ósýnileg vinna oft unnin af hálfu svona þeirra tónlistarkennara sem eru sannlega með ástríðun í brjósti og mikilvægt einmitt að eins og þú orðar það að þar eru þeir að örugglega einhverju leyti ekki bara að hugsa sko persónulega heldur líka bara eru þeir ekki bara að hugsa samfélagið? Ég held að þeir hugsa hérna er eitthvað sem getur orðið að einhverju. Og það var áhugavert sko því ég var í svona endurmenntunarferð tónlistakennara í Prag daginn og þá fórum við að heimsóttum hérna skóla og í einu skólanum sem var enda jazzkonservatorium að þá er rosalega mikið námsframboð og ofboðslega margir tímar sem að nemendur fara í en svo líka sko lögðu kennararnir áherslu á það þeir nemendur sem hafa alveg sérstaklega mikið áhuga eða leggja sér fram, þeir geta fengið ennþá meira út á náminu en þess að þá geta fengið lána stúdíóið og þeir geta skipulagt ýmislegt og svona þannig að það er svona ákveðin sko námskrá en þeir sem að sína mikið frumkvæði eða eru mjög skapandi eitthvað, þeir geta fengið ennþá meira út á náminu og það er náttúrulega í rauninni, þú veist, og þetta var líka svona í Guildhall og svo leiðis, þú veist, þannig að þeir sem að eru svona virkilega að leggja sér fram, þeir náttúrulega fá miklu meira út úr því, þú veist, það er ekki bara það sem þú lærir í tímanum hjá kennaranum heldur líka hvaða frumkvæði þú ert með og svo leiðis og þegar ég svona virkilega fór að hafa svona mikinn áhuga á klassískum söng og fór til Ruta Magnússon í söngtíma og svona, að þú veist, þá langaði mig til að læra svo mikið og þá bara, þú veist og það var allir með diskur sem ég var að hlusta á sem að það mikil áhrif með sem heitir Ari Antiche se tu mami með Cicilio Bartoli sem er ítölsk mezzosopranssöngkona og ég lærði bara allan diskinn, þú veist það bara, ég tók bara öll lögin sko bara fann, þú veist, nótur og bara mætti með í tíma og bara ég vil syngja þetta og þetta og þetta og þetta og svo var bara næstu diskar og svo bara, þú veist, þannig ég bara fór í gegnum repertoarið og og alveg frekar hratt en svo var ég sko og þá hafði ég mjög mikla reynslu í það að leikið eitthvað 20 leikritum þegar ég fór út í svona alvarlegt söngnám þannig ég hafði mikla reynslu af leiksviði og var reyndar sko, þú veist var þegar ég var 20 hugsa, þú veist, á ég að halda áfram með söngnámið eða ætti ég að fara í leiklist og ég fór í inntökuprófin í leiklistaskólan á þeim tíma sem var ekki orðin að listaháskólanum í dag en ég komst ekki inn og ég var næstu í fegin sko, ég var svona, jæja, ok, þú veist, þá bara einbeiti mér að söngnáminu því ég hafði hugsað, ef ég kemst inn þá ætti ég samt að halda áfram að læra að syngja því ég hafði svo mikið áhuga á þessu en leiklistin hafði verið miklu stærri hluti af mínu lífi sko í svo langan tíma og það var svo margir í kringum mig svo, já, þú verður pottþétt leikona og fólk var og svo ofta segja þetta við mig og svona þannig ég var líka kannski svolítið svona skilyrt mætti að segja af reynslu minni og því sem að fólk bjóst við af mér, fólk var ekki að búast við að mér að ég myndi fara þessa leið og svo fór líka út í klassíska tónlist og vinir mínir höfðu ekkert áhuga á klassísku tónlist sko. Þú veist, þeim fannst þetta rosalega skrítið og ég til dæmis man eftir því að ég söng fyrir 2 vinir mína sko, hérna, eina klassíska aríu bara svona hlusta á þetta því að mér fannst ég vera að gera eitthvað svona nýtt eða sko, þú veist, þeir voru ekkert inn í þessu og bara má ég syngja fyrir ykkur eitthvað og söng aríu og þeim fannst þetta svo fyndið, þeir fengu bara hláturskast, þú veist, því að þá þeir upplega mig áður, þú veist, ég hef verið að syngja ássatíð, þú veist, eitthvað, Marilyn Monroe, Diamonds Are a Girl's Best Friend, þú veist, bara eitthvað klætt upp sem Marilyn Monroe með dönsurum og var í allt öðrum tónlistastíl. Þannig að allt einu var þetta bara kannski svolítið fríki að ég var eitthvað að fara til klassíska tónlistar og svo skrítið. En svo náttúrulega kynntist ég líka bara þá fólki þar og var enda svo heppin sko í tónlistaskólanum í Reykjavík að þá paraði Rut Magnússon okkur Víking Heiður Ólafsson saman og sagði þið ættu að vinna saman. Já, og þá, hann er sko 7 árum yngri en ég. Þannig að þegar hann var svona 13-14 ára og ég var svona 20-21,
þá fórum við að vinna heilmikið saman. Hann er undirleikarinn þinn þá? Nei, hann er ekki undirleikarinn minn, sko. Við bara, við vorum send, sko, fyrst bara til þess að, performa í einhverjum ammælum og þú veist, og einhverjum uppákomum og svo fórum við svona að vinna meira saman og meira repertoar og hann, þú veist, ég var náttúrulega bara, Jesús minn, þessi píanóleikari, sko, það var ótrúlegur. Það var náttúrulega bara unglingur, en þetta var allt komið. Já, þú veist, ég meina, auðvitað er náttúrulega betri píanóleikari í dag en hann var þá, en hann var bara, þú veist, náttúrulega bara snillingur þá þegar undrabarn og náttúrulega rosalega góður lesari en svo lærði hann allt utan að líka. Þannig að þú veist, það voru bara heilu, sko, þú veist, bara aríurnar sem ég söng og það var bara Una voce poco fa og það var, þú veist, Carmen aríur og svo bara Júkali og Dagný og eitthvað svona, ok, en svo bara heilu, sko, ljóðaflokkarnir, það var bara Zigeunerlieder eftir Brahms, allt utan að Schumann frá Liebe und Leben, bara utan að, þú veist og svo fórum við að vera með svona alvarlegri tónleika og við vorum með tónleika fyrir norðan og í Færeyjum og í Brussel og Madrid og svo tókum við upp disk. Þegar hann er svona ungur? Nei, þetta var svona yfir miklu lengra tímabil, sko, við tókum upp diskin okkar alveg 2006, það var eftir að ég var búin í mínu námi og svona og þá tókum við upp disk, sko, sem að 12 tónar gaf út og vorum með 2 ljóðaflokkum frá Liebe und Leben eftir Schumann og Haugtussa eftir Grieg og svo fleiri lögum eftir Grieg og Schumann. Og það er alltaf skemmtilegt, það var nágranni minn, sko, þar sem ég heima núna upp á efstu hæð sem er, sko, lögfræðingur komin á eftirlaun og æfir sig miklu meira á píanó en ég æfi söng, það er rosalega vandræðilegt. Hann er mjög góður píanóleikari og mikið tónlistar áhugamaður og hann bankaði á dyrnar hjá mér einu sinni og bara með Gramophone Magazine, tónlistablaðið og bara benda mér á það að Gramophone Magazine var að tala alls konar mismunandi upptökur á þessum fallega ljóðaflokki, þetta 8 lög eftir Grieg, Haugtussa og þar var upptakan okkar Víkings tekin, sko, sem eina bestu upptökunum. Já, það var alveg bara Anne-Sophie von Otter og Ýmsir og Bengt Forsberg og svona sem voru að spila þegar ég hef aldrei vitað af þessu ef hann hefði ekki látið mig vita, sko, því ég er ekki nógu dugleg að lesa þessi tónlistatímarit. Það var mjög skemmtilegt. Þannig að ég var þeirra mikill að gæfa aðnjótandi að byrja að vinna með Víkingi þá og þú veist, og það var bara rosalega svona skapandi samstæð því hans nálgun á tónlist var þá þegar mjög skapandi. Alltaf hugsandi, þú veist, ættu að prófa að gera þetta svona, ættu að prófa að gera svona, en sterkara veikara þú veist, aðeins áfram hér, ritardando hér, dra tilbaka og svona, þú veist, þannig að hann var með svo rosalega kreatífa músikalska hugsun. Og ég hef alltaf haft mjög svona sterka tengingu við texta og það kannski líka út af mínum bakgrunni í leikhúsi og bara því ég hef mjög gaman að bókmyndum og ljóðlist. Já. Og þannig ég hef alltaf kafað mjög djúpt í texta og það varð einhver svona synthesis okkar á milli þarna, sko, og þú veist, og það sem ég finnst skemmtilegast í tónlist er þegar, sko, sterkur texti og sterk tónlist koma saman og það verður bara svona fullkomið hjónaband texta og tónlistar. Og já, þannig að þetta var alveg frábært samstarf en hann er alltaf frægur í dag til þess að við getum unnið saman og hann hafi fengið mig til þess að koma og syngja lög eftir pappa sinn í 70-afmælinu hans og svoleiðis, þú veist, og við erum ennþá vinir og svoleiðis en það var ótrúlega mikið lukka en það sem ég ætlaði að segja var, sko, þegar ég fór virkilega út í námið að þá var ég svo eftir á í tónfræði vegna þess að ég hafði mjög mikla sviðsreynslu og röddi mín var orðin frekar þroskuð og en ég var svo eftir á, sko, tónlistilega séð ég var í píanótímum þarna þannig að ég laði mikið fram og var að æfa mig á píanó hverjum degi, ég er ekki góð píanóleikari en ég hef samt spilað á píanó hvern dag síðan þá, sko en mjög, þú veist, bara takmarkaða þekking og tækni en bara gert eins mikið úr því sem ég kann og ég mögulega get og þurfti svo að læra tónfræði og tónheyrn og hljónfræði og allt þetta bara eins hratt og ég gat. Var það brekka? Það var mikið brekka og það var eiginlega erfiðasta nám sem ég nokkuð tímann bara verið í. Sko því að þá var ég í tónlistarskólanum í Reykjavík og allir í kringum mig voru rosa góðir í því og höfðu verið að læra þessa hluti síðan þau voru börn og ég byrjaði einhvern veginn miklu seinna. En það líka kannski hefur gefið mér innsýn í það sem margir söngvarar ganga í gegnum því að, sko, söngnámið er svo ólíkt hljóðfæranáminu að því leyti að hljóðfæraleikarar yfirleitt byrja miklu fyrr. Þannig að þá eru þeir að, þú veist, að læra hljóðfæri, læra tæknina við hljóðfæri sitt og að lesa nótur. Á meðan, sko, söngvarar, þú veist, geta alveg orðið atvinnusöngvarar í sínu lífi þó þeir byrji bara mjög seint, eða þú veist, kannski 18, 20, jafnvel 25 ára í tónlistarnámi, formlegu. Og það er alveg mörg dæmi um það. En þeir geta ekki orðið atvinnusöngvarar án tónfræði í dag? Sko, kannski smásins. Það var nú alltaf sagt Pavarotti, hann kynni ekki lesa nótur. Einmitt, og fleiri. Já, en þú veist, það væri held ég erfiðara í dag, sko, þú veist, að þá þarfst að vera með einhvern bara sem að þarf að kenna þér, þú veist, hlutina nótu fyrir nótu, þá þarfst allavega að, sko, borga mjög mikið, þú veist, til þess að einhver sé alltaf að kenna þér all tónlistina.
En nei, það nú ekki hugmyndin í dag að fólk geti orðið sko klassíski söngvar án þess að kunna lesanótur. Það bara rosalega, það bara nauðsynlegur hluti af náminu. En þetta svona ákveðin áskorun fyrir okkur til dæmis í söngskólanum að kenna þá sko fólki sem kannski 16 ára á eldri og verið ekki verið í tónlistarnámi áður, að kenna tónfræði og nótnalestur til þess að verða ekki bara góður söngvar heldur líka góður tónlistarmenn. Já. Og þetta getur oft verið rosalega mikil áskorun fyrir fólk. Að þú veist að ná svona nógu mikilli færni í nótnalestri og ég hef mjög mikið skilning á því, ég hef mjög mikið hugsað það og tala það líka við kennarana í skólanum, hvernig getum við bætt þetta. Þetta liggur misvel fyrir börnum. Já. Það eru sum börn sem eiga í verulegum vandræðum með þetta þóttu sjálfu bullandi talent og efnilegir hljóðfæraleikarar eða söngvarar. Algjörlega. Já. Og það líka mjög misjafnt. Svolítið eins og starffræðin og þýskan sem að feldi sko 1/3 nemenda í eldgamla daga í menntaskólum landsins sko. Já. Og mjög sorglegt oft og í rauninni óréttlátt því að þetta gátu verið afburða nemendur í öllu hinu. Já. Og sumir náttúrulega líka lesblindir, þú veist, og það var náttúrulega ekki greint svo mikið áður fyrir eins og það í dag. Já. Og það eru til alls konar sko aðferðir, þú veist, fyrir fólk sem er með að lesa nótur, stundum jafnvel að hafa nóturnar í mismunandi litum og því að svo misjafnt bara hvernig heilar fólks virka. Og sumir eiga mjög auðvelt með að læra utan að. Já. Og aðrir bara alls ekki og eru mjög góðir í að lesa nótur. Þannig að þetta mjög misjafnt sko hvar styrkleikar fólks liggja og svo líka sko eins og þú veist í hljóðfæranámi er náttúrulega ákveðna aðferð eins og Suzuki aðferðin sko og hún byggir mjög mikið á hlustun og að spila utan að. Á meðan til dæmis aðrar aðferðir kannski byrja fyrr á nótnalestri. Til dæmis sonur minn byrjaði að læra á selló 5 ára á Spáni en hann byrjaði bara strax að læra nótnalestur. Og hann var alltaf látinn syngja líka nóturnar sem hann spilaði. Á Spáni þá eru þau með Doremi-kerfið ekki CDE-kerfið okkar sko varandi nótnaheiti og það það sem kallað fast dó, þannig að C alltaf dó því að á Íslandi kannski segjum að ég kannski farin í alltaf miklar útskýringar en maður kannski G-dúr og það verið þú veist að lesa nótu beint af blaði og þá G-dó vegna þess að G fyrsta nótan í skalanum og þetta getur nú kannski tónskáld útskýrt betur og tónfræðikennararnir í tónlistarskólanum og svo les. En ertu með skoðun á því fyrir ekki að gripinni? Ertu með skoðun á því hvort Suzuki eða hefðbundna aðferðin hvort svona alla jafna hentugra fyrir börn? Mætti reynda að segja að Suzuki sé með hefðbundin aðferðin nú til dags sko. Jú, það rétt. Því að hún svo svona tried and tested eins og væri sagt sko á ensku og hefur náttúrulega skilað rosalega góðum tónlistarmönnum. Þannig að ég hef mjög mikla trú á þeirri aðferð. Sko. Ekki síðri sem sagt? Alls ekki, nei alls ekki og ég hef bara síðan frábæra tónlistamenn sem hafa gengið ykkur það nám. Þannig að ég hef mjög mikla trú á Suzuki en þú veist það ekkert eina aðferðin en svo þegar ég var að skoða þetta með nótnalestur og söngvara og svona þá laðist ég smá rannsóknir á þessu og var að spyrja fólk og ég lagði líka fyrir spurningalista og svona því ég var formaður félags íslenska söngkennara bað söngkennara og að svara alls konar spurningum og svoleiðis og svo var ég að lesa líka bara á netinu svona rannsóknir sem hefur framkvæmdar á þessu og hvaða system væri best, gott að nota Doremi systemið eða ekki og svoleiðis en niðurstöðurnar voru þær að það gott að nota system. Þú veist, að bara að vera með kerfi. Já. En þú veist, það eru ákveðin kerfi sem að virka mjög vel eins og Kodai-kerfið sem að frá Ungverjalandi, það ekki örugglega, jú. Og en svo tók ég eftir til dæmis í Bretlandi að þeir eru mjög góðir nótnalesarar, oft Bretar og stundum sko eins og píanuleikararnir sem voru til dæmis í Guildhall voru kannski ekki alltaf þú veist að leggja upp úr því, sérstaklega þeir sem voru í meðleik og svo leiðis að sko að spila alla nóturnar en að spila allt hljómrænt rétt. Það að segja þú veist og skilja þá hljómfræðina sem liggur til grundvallar verkinu. Þannig að þú veist að og þetta mjög mikilvægt þegar allir með svo píanuleikarar að spila óperarju eða eitthvað sem ekki skrifað fyrir píanó, heldur kannski skrifað fyrir hljómsveit og svo þetta svona píanóútráttur á þeim nótum. Og þá þetta svona mikil einföldun á tónlistinni sem í gangi en þá þarf þetta að skilja hvaða hljómagangur í gangi í verkinu til dæmis. Ná kjarnanum. Já. Og þannig að vera ekki að hengja sig í hver einustu nótu en að skilja músikalsku hugsunina sem í gangi frá byrjun til enda. Og þeir voru, ég tók svo mikið eftir hvað þeir voru frábæri lesarar og líka söngvararnir en það eru líka mjög margir söngvarar þar til dæmis sem hafa alveg upp í kórum en svo hef ég líka kynst með mörgum bandarískum söngvurum sem að lærðu nótnalestur í high school choir
og þá var hluti af kórstarfinu alltaf að læra að lesa nótur beint af blað og ég hef svo mikið verið að spyrja þá og ég myndi vilja leggjast í mér í rannsóknir hvernig gerir þetta því að hérna til dæmis Íslandi eru rosalega margir kórar en það er mjög mikið af fólki sem að syngur í kórum á Íslandi sem kann ekki lesa nótur og það er ekki að mér vitandi hluti af kórastarfinu að kenna þeim þá að lesa nótur. Nei. Þannig að þetta væri kannski, þú veist, einhver hugmynd, eitthvað sem hægt væri að bæta og það er alveg margir sem að koma til dæmis söngskólinn í Reykjavík sko fyrir utan svona almennt nám sem er grunndeild, miðdeild, framhaldsheild og söngleikjadeild þar sem þú lýkur grunnprófi, miðprófi, framhaldsprófi sem er svona kennt samkvæmt aðalnámskrá og er stýrt af ríki og borg að þá erum við með til hliðar nám sem er bara fyrir áhuga fólk þá annars vegar svona 8 vikna söngnámskeið og svo svona það sem við kallum söngkort það sem fólk getur bara, og þá má það vera eldri en 25 ára þannig að þá gilda ekki þessar aldurstakmarkanir Reykjavíkurborgar en það er fólk bara að borga fyrir námið sjálft þú veist, það er bara eins og þú ert bara að fara í pílates eða nutt eða eitthvað, þú veist, þetta er bara að þú borga fyrir það og þar er mjög vinsælt hjá kórsöngurum að koma svona 8 vikna námskeið þar sem fólk er að fara í einsöngstíma en það fer líka í tónfræðitíma þannig að það er svona ákveðið tæki og svo er það líka í svona masterclass tímum þannig að það er ákveðið tækifæri fyrir fólk sem að þú veist, er kannski gott að syngja og er að syngja í kórum en hefur ekki verið í tónlistanámi og er, þú veist, kann ekki lesa nótur eða er ekki svona sleift í því að lesa nótur að fara í svona svolítið endurmenntun. Já. En ég held að þarna séu samt mikil, sko, ég held við þurfum samt að bæta okkur bara yfir, og ég er búin að tala um þetta líka við aðra tónlistaskólastjóra á Íslandi og svona, að bara svona yfir heildina þá þurfum við að bæta okkur í nótnalestri. Já. En þegar þú tekur ákvörðun það að fara út, fer til London, sóttur marga skóla? Já, ég sótti 2 skóla, ég sótti líka Royal College of Music og komst þangað inn, en ég bara var, þú veist, alveg með augun á Guildhall, vildi fara þangað, þá voru svona ýmsar ástæður fyrir því. Sko, eina af mínum uppáhaldssöngkonum svona fyrr og síðar til dæmis er Anne-Sophie von Otter, sænsk mezzo-sopranasöngkona, hún lærði þar. Annar af mínum uppáhaldssöngum er Bryn Terfel, frá Wales, þar sem þú lærðir. Og hann lærði þar. Svo lærði sko Ruth Magnússon, kennari minn hérna á Íslandi í tónlistarskólanum í Reykjavík, hún lærði líka í Guildhall, hún þekkti vel til. Og svo fór ég á masterclass með Láru Sarti, sem að var þá kennari við Guildhall, fór á masterclass með henni í Sviss þegar ég var að læra hérna heima og ég var rosalega hrifin af henni og hún hafði þá þegar kennt sko Þóru Einarsdóttur og Dittu og Völu Guðna, þú veist, þannig að það var komið mjög góð reynsla á hana og ég var mjög hrifin af henni þarna í Sviss þannig að ég ákvað að sækja og í Guildhall og ég fór líka út til Láru í einkatíma til að svo svona, þú veist, kynnast henni aðeins betur og svo leis og tók þessa ákvörðun að fara í þessi inntökupróf og komst inn og það var bara frábært sko, alveg æðislegt nám. Fórstu bara í eitt inntökupróf? Já, ég sendi upptöku sko í Royal College. Sem er svona forval og svo mætir þessar upptökur eru líka, eða þú veist, þetta gerist allt frekar snemma sko, ég man ekki alveg hvernig tímalínan var en maður veit með mjög miklum fyrirvara sko, maður sé komin inn, þú veist. Þannig ég hefði svo sem geta gert önnur plön ef ég hefði ekki komist inn. Já. Veit ekki hvað ég hef gert. Lýstu svo aðeins fyrir mér og hlustendum og áhorfendum svona fyrstu dögunum, var þetta eitthvað menningarsjokk? Já, algjörlega sko. Já. Og því að þú veist, ég fekk rosalega mikil tækifæri hérna heima sko ég söng mitt fyrsta hlutverk í Íslensku óperunni 21 árs þá söng ég Prins Orlovski í Leðurblökunni og ég skildi ekkert í því að þau skildi hafa látið mig fá þetta hlutverk ég held að hljóti að hafa verið vegna þess að það var talhluti líka og ég var búin að leika mér mikið því að þú veist, ég var ekki með jafn stóra rödd og aðri sem voru þarna í pröfum og svoleiðis en allavega þá fekk ég þetta tækifæri og sem var bara mjög skemmtilegt og það var sem sagt alveg áður en ég fór út í nám en sko Ruth sem sagt þegar ég var að læra hjá henni á Íslandi þá sagði hún sko hún eiginlega bara svona sparkaði mér út hún sagði bara þú verður að fara hér nú bara get ég ekkert kennt þér meira og þú verður að fara til útlanda þú getur ekki verið hérna áfram á Íslandi bara út með þig sko fyrst sendum við á masterklassa og svo bara út í nám. Og leistu á því sem fullorðna manneskja þessum tíma að skipti máli stuðningur foreldra þinna eða hvatningi kringu þig eða Já, ég meina, auðvitað náttúrulega skipti hvatningin máli og þú veist, og foreldrar mínu studdu mig bæði, þau eru bæði
listamenn Svo og fengið hvatninguna. Já, og já, algjörlega. Já. Bara foreldrar mínir og fjölskylda mín og vinir og þú veist, fólki fannst þetta ekkert skrítið á þessu tímabili. Þegar ég var að tala um að vinum mínum hefði fundist að skrítið, það var meira þegar ég var svona 18 ára. Já, það var enginn sagt við, nei, þetta nú ekki mjög praktist. Það nú bara mjög mikla líkur á að þú verði bara undir í þessari hörðu samkeppni og farðu bara í viðskiptafræði í háskólanum. Nei, það var enginn sagt það þig. Nei, ekki svo í munni. Ef einhverju har sagt það, örugglega útilokað það í selektífu minni. En nei, ég fekk mjög mikið stuðning, sko. Og líka á skólanum og sérstaklega frá kennarinn mínum. Hún var mjög, hún studdi mig mjög mikið og ég tók mjög mikið mark á því sem hún sagði. Nei, þá fór ég út og þá var ég allt í einu, þú veist, ekki stór fiskur í lítilli tjörn. Þú heldur að þetta rosalega góð og tekin í gegn. Já, eins og mjög margir vinir mínir, sko, Íslendingar og ég tala um þetta, þau bara koma frá Íslandi og hérna er allir búin að segja, frábært hjá þér og fullt af tækifærum og eitthvað svona bara farin að vinna alls konar professional störf bara, þú veist, 21, 22 og svo kemur út og bara, ég kann ekki neitt. Jesús minn, alveg sko hérna og þá þurfti maður bara að leggja sig fram og það bara fylgjast með og æfa sig og svona og til dæmis sko, þú veist eins og ég held ég væri rosalega góð í frönsku, ég fekk sko frönsku verðlaunin í MH þegar ég útskrifaðist og þegar ég kom út það var mér sagt sko, franska er náttúrulega hræðileg. Þú verður að vinna í frönskunni. Það var alveg bara, þetta gengur ekki svona. Verðlaunanemyndin talaði hræðilega fransku. Já, þú veist þannig ég bara, þú veist allt í hennu var mér ljóst sko hvar ég stóð og hvað ég kunni lítið, sem er alltaf mjög hollt. En hvernig bjóstu? Leigðirðu íbúðið eða? Já, ég bjó sko í svona á stúdentagörðum sem voru á vegum skólans, bara við hliðina á skólanum. Og gastu sungið eins og þið listi þar? Já, þurftur að fara í stofunar í skólanum? Já, í skólanum. Skólinn var líka með svona sérstök rými sem voru meira að hugsa sem æfingarými. Þannig að því það voru kennslustofurnar og svo voru líka önnur rými sem voru svona verri rými þar sem maður gat eftir sig. Og þannig að ég, þú veist, æfði mig mjög mikið þar. Ég æfði mig líka eitthvað sko á stúdentagörðunum. Spangólandi frá morgni til kvölds. En svo var náttúrulega líka bara mjög mikið nám, sko, mjög miklar æfingar og þú veist, maður í söngtímum og svo maður mikið í svona coaching eins og það heitir sko hjá píanoleikurum og það var bara frábært fólk sem að, þú veist, var bara að vinna við, þú veist, Covent Garden og English National Opera og svona fólk úr faginu sem að kom inn og var að kenna okkur og þú veist, og sem að var bara, þú veist, að vinna í barokktónlist og ég maður til dæmis, og þú veist, bara ráðin sem ég fekk voru svo frábæri, þú voru frá fólki sem að, þú veist, var bara eins og ef maður sleppa current, eða skiljum, var bara að vinna í faginu og var með bara praktískar sko leiðbeiningar þú veist, ok, þú ert að syngja þessa rosalega löngu kólartúrlínu að þú veist, ekki byrja þetta frá byrjunni, byrja á endanum, syngdu fyrst, þú veist, 4 síðustu nóturnar, bættu svo 4 við, svo 4 við, svo 4 við, þannig að þegar þú ert komin á byrjunina, þá veist alltaf hvar þú ætlar að enda, bara alls konar svona, bara, þú veist, þetta er bara tried and tested, þú veist, ég hef reynt þetta á mínu lífi og svo vorum við líka með frábæra leikstjóra, leiklistakennara, hreyfingakennara, líka kennara sem voru að kenna okkur framburð, þú veist, í ensku, frönsku, þýsku, ítölsku, fólk sem var frá þessum löndum, rússnesku, líka söng mér segja í heilli óperu og rússnesku, það var mjög mikil áskorun, sko, því að ég hef mjög sterka tengingu við texta og mér varst ofboðslega erfitt að syngja rússnesku vegna þess að ég tala ekki rússnesku. En ég hafði sko lært, þú veist, náttúrulega Norðurlandamálin og ensku og þýsku og frönsku í MH og svo lærði ég líka ítölsku í málaskóla Mímis og svo eignaðist ég spænskan kærasta þannig ég þurfti bara að læra spænsku og þá ég segi, hverju lærði ég ekki spænsku í MH en þú veist, maður er að syngja öllum þessum tungumálum og latínu líka oft mikið og þú veist, og svo koma önnur tungumál líka inn í þetta portugalska og svo rússneska og þú veist, og bara slóvenska eða hvað sem er svona eftir bara eftir lagavali, en þannig að það var mjög mikil svona sérkunnátta þarna og svo í óperudeildinni sem hefur verið í 2 ára þá fyrra árið var maður að vinna óperusenur og var kannski að covera eða verið litlu hlutverki í óperusynningi heild og svo annað árið mitt þá söng ég 3 stór óperu hlutverk í fullum uppfærslu með leikmynd og búningum og hljómsveitu og hljómsveitarstjóra og leikstjóra og þú veist á sviði í leikhúsi og þannig að þetta var mjög mikið svona praktísk reynsla. Alltaf sem mezzo-sopran, þú voru ekkert flakkað á milli soprans og... Sko, já, ég er lýrisku mezzo-sopran, það er mjög oft svona heyrt svona, ja, þú ert samt kannski sopran og reyndar hef ég sungið, sko, repertoár sem er svona á skilunum
Og þú veist, en ég ekki einhver sko nætudrottningasópran, en ég samt hef alveg sungið ýmislegt sem í sópranlegu, en svo hef ég lengi sungið margt sem í altlegu. En þetta byrjaði eiginlega bara, þú veist, strax ég var 11-12 ára í kóra, þá var ég, þú veist, að flakka mig þetta, það vantar einhver til að syngja hérna efsturröddina, þannig að þú syngur hann, eða það vantar í altin, þannig að þú syngur hann. Og hérna, nú ég mitt í svona jólakór með vinum mínum og þá syng ég líka raddir bara eftir hendurleika. Þannig að ég hef alltaf haft breytt raddsvið. En svona mér líður alltaf best á mezzosópran sviðinu og þegar ég hlusta á upptökur af mér og svona þá, þú veist, finnst mér röddin hljóma best þar. Já, en hvað svona lék í höndunum á þér frá með Guildhall og hvað var svona, hvað var erfiðast? Sko það sem ég átti alltaf mjög auðvelt með var svona leiktúlkun, enda hafði ég mikla reynslu í því. Og eins og Laura Sarti, kennari minn, sagði, hún sagði, you could get away with blue murder. Sagði hann sko, því hún sagði að hvernig ég lék sko, að það svona, þú veist, það svona coveraði svolítið hvað ég kunni í rauninni í söngtækni. Já. Og hérna, þannig að fólk héldi að ég væri betri en ég var í raun og veru. Og það svona fengi ég hérna fleiri tækifæri. Nei, þannig ég þurfti rosalega mikið að vinna í söngtækninni. Og hérna, hvað með öndun? Já, öndun og alls konar bara, þú veist, hérna, og svo var ég líka í Alexanderstækni. Alexanderstækni er svona líkamsbeitingatækni og er einmitt hjá Lady Davis sem er eiginkona Sir Colin Davis sem er einn af svona frægustu hljómsveitarstjórum heims. Ég var í tímum heimi hjá þeim, það var mjög spennandi fara þangað. Ég hafði auðvitað verið í Alexanderstækni tímum hérna líka á Íslandi áður sko og ég mæli með því við alla sem eru leikarar, kennarar, söngvarar, dansarar, stjórnmálamenn. Gæti nú farið nánar út í það en Alexanderstækni byggir mest á því hvernig þú nota líkamann að hann sé í jafnvægi svo þú til dæmis missir ekki röddina. Ekki syngja eða tala svona til dæmis. Í stuttumáli sagt. Og hérna hvernig hægt er að nýta líkamann á sem bestan hátt. En svo bara lærði ég bara, rosalega mikið á öllu þessu fólki sem ég var að vinna með. En svo bjó ég líka til mig mikið verkefni bara með vinum mínum í skólan. Þú veist, við bara, hefur ekki að þú veist, gera tónleika með tónlist eftir Bach og þú veist, og þessi er organisti og þessi er seljuleikari og þessi er píónuleikari, þessi er flautuleikari og fiðluleikari og þú veist, og þá bara fluttum við tónlist eftir Bach til dæmis og svona. Þannig það var ýmislegt sem var skipulagt á skólanum en ýmislegt sem við gerum líka sjálf. Og svo því að þú spurðir sko hvar ég bjó sem sagt á stúdentagörðum sem heitir Sundal Court og við vorum 4 sem voru settar saman í íbúð. Fyrir með sitt herbyggi með samleitt eldhús og baðherbyggi. Og þetta voru mjög skemmtilega stelpur sko. Ein var Daphne Poix frá Singapore og svona, það var mjög gaman að kynna svona ólíkri menningu og svo var Julie Bastureau frá Frakklandi. Hún tók mig alveg gegn í franska framburðinum sko. Ég fekk kennslu í skólanum en ég fekk líka rosalega mikla kennslu hjá Julie. Enga kennslu heima. Hún var alveg sko fór í þetta mjög djúpt með mér. Og svo var svo sem hafði mest áhrif á mitt líf, Elena Járegui, spænsku fiðluleikari sem sagði við mig, þú verður að kynnast bróður mínum, hann er svo frábær sko, þú veist, hann er gítarleikari og hann er svo sjálfmennandi og klár og skemmtilegur og fyndinn og bara, þú veist, og bara allar stelpur skotnar í honum sko, hann er alveg rosalegur og hann er, þú veist, er á lausu og ég ok, og svo kom hann í heimsókn. Sem ég vissi ekki var að hún hefði hringt í hann og hann bjó í París þá sko. Þetta er sem sagt eiginmaður minn í dag. Hún hringdi í hann og sagði bara, ég er bara búin að finna konu lífstíns. Hún heitir Guðrún, hún var á Íslandi, þetta var allt rosalega skrítið, fannst þeim sko. Hún er söngkona og hún er bara, þið eru bara sálufélagar. Hún sá þetta bara fyrir, hún sagði, þú verður bara að koma bara frá París til London og kynnast þessari stelpu því að þetta er bara kona fyrir þitt líf. Hún er rosalega ykt sko, hún hafði samt alveg rétt fyrir sér. Og hann bara sagði, ok, ég kem. Hann er bara hlýtt systur sinni. Já, hlýtt, þau eru mjög góð vinir sko. Og þannig að hann bara kom og við kynntumst bara í eldhúsinu.
og ég endar, þú veist, elda einhverja súpu, hann ég held að ég verið svona góð kokkur, sko, það er gaman að segja frá því samt seinna meir, þú veist, eftir að við byrjum saman og hérna, nú erum við búin að vera saman í 24 ár, hann eldar eiginlega alltaf, en þú veist, þetta byrjaði þannig að hann hélt að ég verið svo góð kokkur. Nei, og hérna, en fannst hann það ekki? Nei, jú, sko, bara, nei, þú veist, en bara, svo tók hann alveg yfir eldamennskunni okkar sambandi sem frábært, því hann frábær kokkur. Súpan hefur verið allt í lagi. Já, hún var mjög góð, þetta var svona, hérna, þetta var svona fiskisúpa, tómatbassur fiskisúpa, en hérna, nei, þannig að við bara kynntumst, þú veist, í eldhúsinu og við fórum að tala saman og svona. Neisti bara Neistinn bara. Bara leið? Bara leið, sko, bara, Systirinn göldrótt að sjá þetta? Já, svo fór hann eitthvað, þú veist, já, gista þarna og eitthvað svona átti náttúrulega ekkert að gera það, sko, og svo bara, já, svo flutt hann til London og hérna, því að bróðir þeirra, já, og svolítið eitthvað undir því yfirskinn hann ætlaði að klára, sko, hérna, gráðu, sko, vegum hérna Associated Boards of the Royal Schools of Music sem var ekki búið með, sem var enda kláraði og fór svo í Guildhall, sko, haustið eftir það. Og hérna, því að, já, og hann bjó svona officially með bróður sínum, þau eru 5 systkini, sko, og sem átti líka heim í London þessum tíma, en var alltaf bara hjá okkur, þú veist, og svo bara þannig eftir að við byrjum saman, þá eruðum við bara samlokur og þú veist, þetta var í janúar 2001 og þú veist, og núna er nóvember 2025 og við erum þá saman. En hérna, hann er svolítið gítarleikari og við byrjum, sko... Hvað heitir þessi á gítarleikari? Já, við skulum nefna nafn hans, hann heitir Francisco Javier Jáuregui Narváez, ef við segjum fullt nafn. Úps. Já, 2 eftirnöfn, því að Spánverjar nota alltaf eftirnöfn bæði föður og móður. Þannig að þeir eru ekki að mikla kallarembur og sumir halda, sko. En hvað er hann kallaður hérna á Íslandi? Hann er kallaður Javi, yfirleitt, sko. Javi. Já, hann heitir satt Francisco Javier, eða svona Francisco, og það er, sko, þá í höfuð á, hérna, heilum Frans frá Assisi. Já. Á tímabili, sko, á Spáni, á tíma Franco og svona, þá máttur bara heita kaþólskum nöfnum, sem eru útskýringin á hverju, það eru svona margir sem heita María Jesús og Jesús María og svoleiðis, og José María og María José og hérna, og allt dýrlinganöfn og svona. Nei, hann heitir sem sagt Francisco Javier. Það var reyndar, sko, dýrlingur sem var frá þorpinu Javier á Norður Spáni sem að, hérna, hann svona eiginlega heitir nafnið af og helmingur allra manna frá þessu landsvæði heitir Francisco Javier og við giftum okkur einmitt í, sko, basilíku þessa Francisco Javier, þessast í þorpi þarna í Navarra á Norður Spáni sem heitir Javier. Hve löngu síðar? Það var bara 2003, sko, það var bara 2 árum eftir að byrja saman. Já, hann er náttúrulega Spánveri, sko. Þannig að hann fór á annað hnið bara mjög snemma, bara mættur með hringinn, sko, og viltu giftast mér. Það þýddi ekkert að lifa í synd áratugum saman? Já, nei, þetta var ekkert því hann er bara, eða þú veist, hann er bara, hérna, var bara með alveg hreinu, sko. Já. Og ég var með alveg hreinu líka bara að segja já, og þannig að við giftum okkur hérna á Spáni 2003. Og þetta lítur að hafa haft mikil áhrif á þinn feril. Já, algjörlega. Hvað varstu, sem sagt, hvað gerist hjá þér eftir að þú klárar Guildhall? Já, reyndar, sko, því að ég var alveg 3 ár í Guildhall og hann sem sagt byrjaði í Guildhall annað árið mitt í Guildhall. Já. Og þá fórum við líka mikið að vinna saman og fórum að vinna alls konar einhver íslensk og spænsk lög og það var ekkert rosalega mikið repertór til en það voru ýmsir svona sem bentu okkur að já, það er nú þetta til og hérna er einhver sefardísk lög, Manuel Valls og já, þannig að, en sko okkar fyrst tónleikar var svolítið skemmtilegt, voru sko 29. janúar 2002 sem var akkurat ári eftir að við byrjum saman og við völdum ekki eins og þessa dagsendingu sjálf það var bara, við stungum upp á að vera með tónleika í Guildhall og hérna og þá var okkur útlutið þessi dagsendingu og þegar við sáum hann þá var alveg bara þetta er dagurinn sem við byrjum saman þetta var svona meant to be já og þá hérna vorum við með tónleika og svo bara byrjuðum að vera með alltaf fleiri og fleiri tónleika og svo fór skólinn líka mikið að senda okkur í alls konar boð og hinga og þanga og svona ég var þetta líka og við vorum bæði sko á styrk hjá skólanum og þessi skóli virka þannig að hérna þú ferði einhver svona pröfur og þú getur hérna fengið námsstyrki og þá er oft eitthvað svona ákveðið guild sem eru þessi sko því að skólinn heitir Guildhall School of Music and Drama og þessi gömlu guild eða svona gildi eru hérna sko voru að miðöldum svona samtök þú veist til dæmis eins og skósmiða eða járnsmiða eða þú veist og þeir voru með það sem þau kölluðu svona guild það var svona nokkur skona stéttafélög síns tíma en þetta var náttúrulega svolítið öðruvísi á þeim tíma og þessi svona guilds þau hérna eignuðust landsvæði
þarna í sko The City of London og núna The City of London, það sem Guildhall er svona eitt helsta svona fjármálasetur Lundúnaborgar og þar eru margir turnar og þessi turnar eru ofta á landi sem að þessi svona gild eiga. Já. Þannig að þau hafa safnað rosalega miklum pening sko í gegnum tíðina og eiga líka svolítið svona sínar hallir og eru með sína svona málsferði og eru yfirleitt bara kallar allir í kjólfötum og með svona butler og þeir hittast og borða kvöldmat og svo svona fyrir mat og eftir aðalrétt og eftir eftirrétt og svona kannski 3 sinnum á kvöldi að þá er skemmtun eða performance og þá koma klassíski tónlistamenn inn. Svona ættu að hafa þetta í Íslandi sko. Já. Eða fyrir utan að þetta er allt kallara en þú veist en þá er ég að tala um sko að vera með svona klassíska tónlist en það er allir að hlusta, það er enginn að borða á meðan eða eitthvað, ekki, þú veist, ekkert glamrar ekki dýnur, það er bara alveg 100% athygli. Þannig að skólinn sendi okkur mjög oft í svona gig, svo mætti segja. Já. Og þá fengum við borga fyrir, eða þú veist, eitthvað smá, en svo voru við sem sagt þá til dæmis, þú veist, var kannski maður á styrk sko frá svona félagi fishmongers en þú veist þessi fishmongers hafa ekkert að gera með fisk lengur þeir eru bara í þessum félögum það getur örugglega einhver útskýrt betur hvernig þetta er en þú veist þannig að útskriftin mín til dæmis þegar ég útskrifaðist með sko Master of Music in Performance var útskriftin í sjálfu húsinu Guildhall sem er ekki Guildhall School heldur er svona hall og þar fór útskriftin fram og þar var ég með þarna meistara á hófuna og í fötunum og allt svona, það var mjög skemmtilegt, allt mjög svona formlegt. Og ykkar svona repertoár, er það kemur snemma með einhverja íslenska músík inn í það? Já, fyrst byrjum við á því bara svona að leita og hann vann mitt sko svona til að eiga líka fyrir skólagildunum og svona hann var á styrk og svo leys en hann vann líka á bókasafni Guildhall School of Music and Drama og meðan hann var í námi og þar mitt hafði hann alltaf þá aðgang og þú veist og svona tíma til að grúska mikið og svo var, já eins og ég segi, fólk var líka að benda okkur Gerhard með þessu lög eða Manuel Valls var með útsetningar á svona sefardískum lögum og þú veist, þannig að við fórum svona, þú veist, að skoða þetta og svo fór hann bara að gera sínar útsetningar mikið og það hefur hann gert alveg gegnum allan okkar feril, þannig að núna, þú veist, já, frá árinu 2002 til 2025, þú veist, þá hefur við bara verið stöðugt með tónleika. Þeir eru ennþá að koma fram. Við erum ennþá að koma fram, já. Og við hefum gefið út marga geisladiska, bæði bara, þú veist, við tvö og svo með öðrum líka og líka flutt verk eftir aðra, flutt verk eftir hann og eftir okkur og útsetningar eftir hann og þetta er mikið íslensk og spænsk tónlist en líka bara frá mörgum öðrum löndum. Við höfum mjög mikið áhuga á þjóðlega tónlist og þannig að, já, þannig að þetta hefur verið mjög svona skapandi samstarf og leitt til bara tónleika út allt, sko, þú veist, alla Evrópu og meiri sé alveg í Marokkó, þú veist, já, í Afríku, í Bandaríkjunum og við höfum bara verið út allt. Og við erum alltaf mjög praktist dúa að því leiti að við erum hjón, þú veist, þannig að það er bara eitt hótelherbyggi þegar einhver er að borga gistingu fyrir okkur. Nei, og svo og svo getum við líka komið fram hvað sem er. Þannig að til dæmis eins og daginn þá komum við fram sko á að vera að opna baskasetur á Djúpavík og þetta var búið að vera stórt svona samevrópskt verkefni til minningar þá basknesku hvalveiðimenn sem voru fyrir 400 árum og sko Spánverjavígin eða Baskavígin þegar síðasta fjöldamorðið á Íslandi var framkvæmt þegar Íslendingar undir stjórn Ara í Ögri drápið þarna 30 eitthvað baska og hann gaf líka út á skipun að sko baskar væru réttræpir á Íslandi en þegar 400 ár voru liðin frá því að þá ákvað mjög skemmtilegt sko sýslumaðurinn í Ísafirði að draga það tilbaka, sagði baskar eru ekki lengur réttræpir á Íslandi þetta kom alveg í fréttunum á Spáni sko, þetta var mjög skemmtilegt það var, þú veist, bara forsíðan í El Mundo baskar eru ekki lengur réttræpir á Íslandi og það er mikið gert úr þessu og svo er sem sagt núna búið að opna þetta baskasetur og hann heitir Ólafur J. Engilbertsson hjá Baskavinafélagi Íslands og sögumiðlun sem hefur staðið mikið fyrir þessu og með sínum kollegum og þetta hefur verið alþjóðlegt samstarf og mjög margir tekið þátt í þessu. En til dæmis þegar þetta baskasetur var opnað þá fluttum við sko basknesk og íslensk lög, fyrst bara basknesk lög og svo öðrum tónleikum íslensk og spænsk lög
og við komum fram, þú veist, í síldartangi á Djúpavík og í gömlu verksmiðinu líka á Djúpavík, því að við getum komið fram hvar sem það þarf ekki píanó eða eitthvað. Og það var mjög skemmtilegt, þú veist, þannig að við höfum komið fram á alveg bara ólíklegustu stöðum og sérstaklega það kannski Ólafur Engilbertsson sem hefur svona verið frumlegastur, sko, hvað varðar held ég staðaval, því að við höfum líka komið fram til dæmis, sko, í Selárdal, í kirkjunni þar og ýmsum mjög svona óvenjulegum stöðum þar sem þú hefðir haldið að væri engin tónleikar. Og hver skalinn á þessum giggum þínum búin að vera síðan þú laugst námi? Syngurðu dægurmúsík eða þjóðlagamúsík og óperu á þú veist, þannig séð á sama tímapunkti? Já, sko, ég sérhæfði mig í, þú veist, óperusöng, þannig að mín svona menntun klassísk söngmenntun og ég söng í óperum í Bretlandi og Spáni og svo líka hjá Íslensku óperunu þegar hún var og hét og svo líka með Sinfóníuljónsveit Íslands og svona og þannig að söng alveg, í þó nokkrum óperum og ýmsum óperuuppfærslum og bæði söng og svo var ég líka í því að covera, sko, eins og heitir, þú veist, að ég coveraði til dæmis í Teatro Real í óperuhúsinu í Madrid og söng svona off-venue og þannig að þú veist, og svo hef ég mjög mikið verið að ferðast líka með, sko, spænskri kammersveit sem heitir Sonor Ensemble. Það hefur verið mjög svona stór hluti af mínum karriér að syngja með þeim bæði allan Spán en líka bara alla Evrópu og í Suður-Ameríku og svo átti ég reyndar að fara með til Kína og Kóreu en þurfti að kanselara báðum ferðum vegna barneigna en það hefur verið svona mjög stór hluti af því sem ég gert og svo líka hef ég mikið verið að frumflytja, sko, tónlist eftir tónskáld. Þetta var svona sérstaklega þegar ég bjó, sko, í Bretlandi og Spáni. Já. Og svo koma fram alls konar tónleikum, mjög mikið með Javi, sem sagt, með gítar, en líka með píanuleikurum og í alls konar kammersamsetningum og svoleiðis. Þannig að þetta hefur verið mjög svona fjölbreytt, sko. Já. En ég fór aldrei, þýskuleiðina. Það er að segja, þú veist, að kannski flestir íslenskir, þú veist, óperusöngvarar sem byrjuðu að syngja og eru ennþá að syngja, fóru til Þýskalands og voru kannski fastráðnir við eitthvað óperuhús og svoleiðis. Þannig að ég fór aldrei í það í rauninni, sko. Ég hef verið, þú veist, í óperum en aldrei verið fastráðin við óperuhús en alltaf verið og hefur rauninni verið í meiri tónleikasöng heldur en óperusöng í gegnum mitt líf og mjög mikið verið að ferðast og sungið á óperum, mikið verið í og líka upptökum. Þannig ég hef sungið inn á eitthvað, nú man ég hvort það voru 16 eða voru komið upp í 19 diska, svona geisladiska útgáfur og svo líka hef ég verið að taka upp fyrir tónskáld, fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti og í alls konar bara ólíkum verkefnum, sko. Það er alltaf tónlistin sem opnar þessi tækifæri og opnar landamæri, þú farið út allan heim og það er alltaf tónlistin. Já. Og núna ertu þú ert að stýra nefnd, er það ekki, sem að velur óperustjóra? Jú, einmitt, við erum að bara skila á okkur. Ég er formaður nefndar skipan óperustjóra. Já. Og það er náttúrulega bara, sko, frábært að ópera sé bara núna komast í fast form. Já. Þannig að ég er rosalega spennt fyrir því, sko. Ég veit ekki hverju ráðin, því að nefndin, þetta er alveg rosalega langt og ítarlegt ferli. Ég hafði ekki hugmyndum áður en ég fór í það, sko, hvað þetta er rosalega mikil vinna og ítarleg. Það eru umsóknargögn og svo eru viðtöl og raunhæft verkefni og mat og umsækjendum og ofboðslega miklar samræður á milli, sko, 5 nefndarmanna. Og ég er svo eina sem er ekki í, sko, þjóðleikhúsráði. Hinn sem eru í nefndinni með mér eru, sko, Magnús Geir sem er þjóðleikhússtjóri, Halldór Guðmundsson sem er formaður þjóðleikhúsráðs, Þóra Einarsdóttir söngkona, hún er í þjóðleikhúsráði tilnefnda klassís og svo Kristinn Sigmundsson óperusöngvari líka í þjóðleikhúsráði. Þetta er alveg lið. Já, einmitt, já. Og þetta hefur verið bara mjög skemmtilegt og lærdómsríkt ferli. Og það er náttúrulega rosalega mikilvægt hver verður skipaður í þessa stöðu og að sú manneskja nái að virkilega, sko, festa óperuna í sessi. Hún verður sagt innan þjóðleikhússins undir óperustjóri undir þjóðleikhússtjóra í skipuriti og hugmyndina svona sameina deildir til þess að minnka yfirbyggingu og kostnað. Og þú veist en það verða aftur óperusýningar, það get ég bara sagt, sko, þú veist, alveg bara í fullri heild eins og við höfum ekki séð langa tíma. Já.
bara, þú veist, með hljómsveit og á stórum sviðum, en það var náttúrulega fyrir eftir óperustjóra hvað sú manneskja eða hann ákveður að gera, hvernig það verður. En þetta mjög spennandi vegna þess að það í lögunum sko að það eiga að vera einhverja fasta stöður fyrir eiga að vera fasta stöður fyrir sko einsöngvara og líka fyrir kór. Þetta kannski mun þróa svona smám saman, kannski ekki alveg allt í einu. Og þetta stækkar möguleikana fyrir atvinnutónlistarfólk. Algjörlega, sko, þetta bara breytir gjörsamlega óperulandslæginu á Íslandi og mjög spennandi og sko bara frábært að Ísland sé á þessari leið, sko, og þetta sé bara virkilega að fara að gerast og margir sem trúði, nei, þetta gerist aldrei, sko, þetta verður ekki samþykkt í þingunni og þetta fær ekki pening, en það er búið samþykkt, þetta er komið í lög, þú veist, þetta er að fara að gerast. Mikilvægið augljóst með litið til þess hvað við rættum fyrstu 20 mínúturnar. Nákvæmlega. Og ég sem sko skólastjóri Söngskólans í Reykjavík, til dæmis sagði, þú veist, við nefndu mína og þú veist, og segi núna, sko, ég meina þið eigið möguleika á því, þú veist, ég meina ef það gengur vel og svona, að vertu duglega að æfa þig. Já, að fá vinnu á Íslandi, þú veist, sem óperusöngvarar. Og jafnvel, þú veist, fast starf, hvort sem það er sem einsöngvari eða í kór. Og þetta er bara alveg nýtt landslag, sko, í óperunni á Íslandi og við erum náttúrulega með, þú veist, Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið og Leikfélag Akureyrar þar sem eru föst störf fyrir leikara, við erum með Íslenska dansflokkin fyrir dansara, við erum með Sinfóníuhljómsveit Íslands fyrir hljóðfæraleikara, en það hefur ekki verið neitt fyrir söngvara. Þangað til núna. Hvenær fáum við að vita hver verður skipaður, veistu það? Bara alveg á næstu dögum, sko. Næstu dögum? Já. Bara eftir helgi? Já, kannski bara þegar þetta viðtal kemur út, ég veit það ekki, það fer eftir ráðherra. Því að sko, svo skipa ráðherra óperustjóra. Nefndin gefur álit sitt, skrifar mjög langa og ítarlega skýrslu. Ég er búin að kynnast stjórnsýslu lögum og ýmsu við þetta hefur mjög áhugavert, sko, alveg frábært fólk með mér þessar nefnd og svo líka og svo ráðgjafi, sko, hjá ráðgjafafyrirtæki Auður, hjá Vinn, sem hefur bara leitt okkur í gegnum þetta ferli og svo þurfa lögfræðingar að lesa yfir. Þetta er alveg mjög alvarlegt, sko, þetta er ekki bara, mér finnst, veist, að það er að rökstyðja allt. Þetta er engin klíkuleg geðþótta ákvörðun? Nei, það var ekki búið að ákveða þetta fyrirfram, sko, ef að fólk ímynda sér það var ekki búið að ákveða fyrirfram. Þannig að þetta hefur verið bara frekar kannski ekki svo langt en svona intensíft, sko, ferli síðan það byrjaði og það er bara mikill heiður en mikil ábyrgð líka að vera formaður þessar nefndar. Ég var bara mjög hissa þegar það var hringt í mig og ég var beðin að taka þetta að mér og ég þurfti svona svolítið að hugsa mig tvisvar bara, er þetta þú veist, þegar þú ert í einhverju svona stöðu þú getur alltaf aflað þér óvildar fólk sem að, þú veist, fær ekki það sem að vill en svo finnst mér líka bara, þú veist, ábyrgð að taka þeirra áskorun að sitja í svona nefnd þegar eitthvað svona rosalega mikilvægt er ákveðið og eitthvað sem er bara ótrúlega mikilvægt fyrir, þú veist, mína stétt söngvara og fyrir bara óperu í landinu að þetta sé gert almennlega í sátt og samlyndi, þú veist að allir hagaðilar geti talað saman því óperustjóri mun þurfa sko að tala við ráðuneytið, Þjóðleikhúsið, Hörpu, Sinfóníuhljómsveitina, láta alla vinna saman og láta þetta ganga upp sko og náttúrulega söngvara og þú veist kórinn og tónlistarstjóri eða hvað sem að óperustjóri ákveður að gera að þá er þetta mjög stórt batteri sem að þarf bara að búa til. Já. Þetta er mjög spennandi, útúrdúrinn er kannski vegna þess að ég er svona í grunninn blað og fréttamaður en ég kveikt á því að það væri þarna fréttnæmt augnablik framöndan, þannig að takk fyrir þetta. Nú, við erum sem sagt, ef þið eruð að koma að sjónvarpinu eða útvarpinu þá heiti ég Björn Þorláksson, ég er að ræða við Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, skólastjóra Söngskólans. Við höfum farið víðan völl hér í helgispjallinu en við erum ekki hætt, við ætlum að halda áfram. Við vorum að ræða áðan að þú ert búin að kynnast kærastanum þínum sem var maðurinn og búin að vera það mjög lengi og þið 2 börn saman. Svo fær einhver þá hugmynd að þið flytið til Spánar og þið verðið sem sagt þar langan tíma. Var það frumkvæði frá hans eða þitt eða? Já, sko, við lærðum bæði þarna í Guildhall og svo, þú veist, þegar náminu lauk, þá var svona spurning hvað maður að gera. Já. Og og við fengum sko mjög góða svona aðstoða styrk, mætti segja, sko, fyrsta árið okkar til þess að búa í til þess að búa í London og svona fest okkur þar í sessi og vorum þar og þá, þú veist, og
og hann byrjaði aðeins að kenna og við vorum í alls konar verkefnum, tónleikum og ég í óperum og svoleiðis. Og svo vorum við líka að byrja að fá sko tækifæri á Spáni og við tókum eftir því bara, vá hvað er rosalega dýrt að búa hérna í London og vá hvað er ódýrt að búa á Spáni og svo fáum við svona 5 eða 6 meira borgað fyrir það sem við gerum á Spáni heldur en það sem við gerum í Bretlandi. Já. Og þetta er nú kannski bara svona, þú veist, þetta er bara kapitalismin sko, spurningum frambúð eftirspurn geti verið sko, vegna þess að þú veist að í London er náttúrulega óbóðslega mikið frambúð af listamönnum og í Bretlandi bara rosalega mikið af vel menntuðu fólki og það eru ýmis tækifæri en það er alveg ótrúlegt samt sko hvað eru illa greitt. Og þú veist, jafnvel sko á bara mjög háum level eins og þú veist þegar ég var að syngja með Philharmonia Orchestra South Bank Center, þú veist með við þegar ég var að syngja til með spænsku sjónvarps- og útvarpssveitinni þá fekk ég sko 10 sinnum meira borgað á Spáni heldur en í London. Þetta var svona. Þannig að Spánverjar meta virðingu, meta menningu að einhverju leyti hærra. Ég veit það ekki, ég held sko. Er þetta bara frambúð eftirspurn? Það er rosalega mikið menningarlæsi á Bretlandi, myndi ég segja. Sko mjög mikið af fólki sem er mjög vel mentað og en svo er náttúrulega, og það eru náttúrulega alls konar tækifæri, en það eru mjög margir hituna. Þú veist, þannig að það er kannski auðveldar að borga fólki minna. Og þetta er á öllum levelum sko í Bretlandi. Í tónlist. En á Spáni sko ég er nú ekki með einhverja heildatölu fyrir frammi minn, ég efast að Spánn leggi jafn mikið í menningu og Bretland og það er svona, ég vona ég má ekki engan með því að segja það verður svona mín upplifun að það sé ekki svona almennt jafn mikið menningarlæsi og það er í Bretlandi og það eru miklu færri tækifæri en á sama tíma þá kannski er mikil virðing borin fyrir því fólki sem er virkilega vel mentað og hefur alþjóðlega reynslu. Og þeir sem fá tækifæri hafa það býsna gott? Já, það er og bara, þú veist, að það er miklu auðveldara sko, að að lifa af þar. Þannig að til dæmis, þú veist, að búa á Spáni en að vera að vinna alþjóðlega er bara svolítið praktíslaust. Svo þannig að þetta var svolítið svona bara, praktískt hjá okkur að gera út það. Settuðu ykkur niður í Madrid? Já, og mamma Hafís bjóð þá í Madrid og 2 bræður hans líka. Og það var náttúrulega frábært fyrir okkur að vera svona nálægt henni, hún var líka þá sko svo varð hún reyndar ekki að sko frekar stuttu eftir að við fórum þannig að við vorum mjög svona fegin að vera þarna til þess að geta stutt hana. Þetta er mjög samheldin fjölskylda sko og 5 börn og mamma Hafís er svona spænsk mamma, svona mamma með stóru emmi. Þú veist, hún heldur utan fjölskylduna sko, það er hennar helsta hlutverk í lífinu. Það var bara, þú veist, auðvitað náttúrulega skiptir alla, þú veist, fjölskyldamálin. Hún er svona, þú veist, bara og er alltaf að elda og bara, þú veist, og vilja ekki koma til mín og hvað get ég gert fyrir þau og skutla þessum og elda mat og gera þá ennþá meiri mat svo þú getur tekið mat í boxi heim með þér svo þú þurfir ekki að elda á morgun, skilur þú þar og alltaf hugsa fyrir hvernig hún geti hjálpað öllum þessum 5 börnum sínum og mögum þeirra og barnabörnum. Það er alveg rosalegt. Ég hef aldrei bara, þú veist, hún kynnst manneskju sem er svona tilbúin til að þjóna öðrum á nokkuð spyturleika. En ég hef líka oft hugsað það sko, hún er líka með trúum manneskja og þú veist þannig þetta er líka bara hluti af hennar svona lífssannfæringu og það er engin biturleiki. Þú veist, það er bara tilbúin, hún lætur ekkert valta yfir sig, alls ekki sko, en hún bara setur fjölskylduna algjörlega í fyrsta sæti. Og burtséð frá kyni þá ætti að vera pláss fyrir allar típur af fólki. Já. Er það ekki? Jú, auðvitað, algjörlega. Hvernig það kýsa að verja sínu lífi. Já, og hún hefði bara kaus, þú veist, að haga sínu lífi svona og svo var hún mikil aðstofakona, sko, pappa Hafís sem var mannfræðingur og hann var prófessor í mannfræði og vann til dæmis við þarna sko hann var í Oxford og svo líka Los Angeles og á Spáni líka sem prófessor í mannfræði og félagsmannfræði og svo gaf hann líka út mjög marga bækur og var með sjónvarpsþætti, mjög vinsæla sjónvarpsþætti sko á Spáni líka. Og þannig hafa mér svona þekkt stærð sko, svo skipulaðan alls konar ráðstöfnur, fekk Dalai Lama til að koma til Spánar og ég veit ekki hvað sko. Og hún sem sagt var, þú veist, hún var rauninni framkvæmdastjóri öllum þessum verkefnum og ég hef oft hugsað að hún hefði getað sko verið framkvæmdastjóri fyrir risastórt fyrirtæki því hún er alveg ótrúlega góð í því en hún fekk aldrei neitt kredit nema kannski bara frá fjölskyldunni, skilurðu. En
Já, en sko þannig að við fórum þangað og gerðum út þaðan og það var bara frábært sko. Svo líka, þú veist, þegar við ákveðum okkur langað til að eignast börn, við eignumst okkar fyrsta barn sko 2008, Evu, að þá var það náttúrulega bara ómetanlegt að, þú veist, hafa hann og hún hjálpaði okkur alveg rosalega mikið. Þú veist, ég hefði aldrei getað haldið áfram með minn karriér, sko, þú veist, búandi þarna ef hún hefði ekki hjálpað svona mikið til. Nei. Hún var alveg bara í því að, þú veist, að hjálpa rosalega mikið með börnin, þú veist, þannig að ég gat farið út allar trissur, sko. Ég tók nú reynda börnin líka mikið með mér. Þegar ég var hérna til dæmis að syngja íslensku óperunni, þá tók ég dóttur mína með mér og svo son minn seinna og þú veist, og ég söng með Sinfóníuljónsveit Íslands sko 6 vikum eftir að sonur minn fæddist, þannig að ég var náttúrulega með hann á brjósti og ég var svona, þú veist, gaf hann á brjóst sko inni í búningsherbergi og mákona mín Bryndís og hún svo bara passaði hann og meðan ég fór á svið og söng og svo kom ég aftur í búningsherbergi og gaf hann aftur. Þetta svona, líf söngkonunnar getur verið svolítið skrautlegt stundum. Ég eignaðist líka barn 2008. Já. Ég bjó á Djöfla í einu þá, reyndar hérna fyrir norðan á Akureyri og ég hugsaði bara með mér, ekki verður björt framtíð þessa barns, en þú horfðir á Ísland, horfðir á hrunið frá Spáni og kannski hefur hugsað, ég held að þetta sé nú bara, ég held ég ætla nú ekkert að fara aftur heim. Það var ekki á planinu þá, sko, að fara heim. En það breytist því þú myndist á það áðan, sko, í sambandi við COVID. Það var nú alltaf einhver svona heimþrá í mér og ég fór alltaf til Íslands og þú veist, ég var að syngja með óperunni og þú veist, ég öfði á íslensku óperuna með Sinfóníuljónsveitinni og í alls konar kammerverkefnum og svo var ég líka listrastjórnandi kammertónleika á Kirkjubæjarklaustri og svo stofnuðum við Hafís saman sönghátíð í Hafnaborg sem sem við erum að fara að halda í 10. sinn sko næsta ári og sem sagt svona sumar tónlistarhátíð með 8 tónleikum og masterclassum, alls konar námskeiðum og svona frekar umfangsmikil. Þannig þú veist, við vorum alltaf á komingað og þú veist, ég var hérna á sumrin og svoleiðis og þú veist, þetta svona togaði svolítið í mig og þú veist, og pabbi dó svo 2017, það var svolítið erfitt að vera einhvern veginn ekki mikið til staðar sko og tíminu kannski svona hleyp fram hann og ég hef alltaf svona hugsaði einhver tíma langaði mig til að koma heim en svo bara gerðist það 2020 að COVID skall á og COVID var alveg sérstaklega slæmt á Spáni sko, það bara lokaði allt og öll kennsla fór að vera á netið, börnin okkar voru bara á netinu, þau máttu sko ekki fara út fyrir þröskuldin heima okkur, þau máttu ekki einu svona fara niður í garð því við byggum í blokk og það mátti bara fara út, þú veist, til þess að fara til þess að kaupa mat eða í apótek. Var þetta rosalega erfiður tími? Já, eða þú veist, ég meina, ég var kannski, þú veist, ég veit það ekki, ég held ég þyrfti að fara, þú veist, bara greina þetta kannski seinna, eða kannski komið tími núna á að svona greina þetta tímabil, þú veist, maður var einhvern veginn bara í því að reyna að, sko, bara halda öllum boltum á lofti og komast af og sjá hvernig getum við gert þetta og svo bara næsta verkefni. Manneskjan býr reyndar yfir ótrúlegri aðlögunar henni. Já. En þú veist, ég átti að vera að syngja óperu sem að var kanselerað og það voru alls konar tónleikar og öllu var kanselerað, þannig að þú veist, tekjurnar bara hrundu og svo var ég líka að kenna sko við ég var að kenna söng við og hafi gítarleik líka við bandarískan háskóla sem heitir St. Louis University Madrid Campus og svo kennsla fór bara allar netið, þannig að ég fór að kenna söng á netinu og svo fóru bara allir heim til sín, þú veist, þannig að ég var með sko, þú veist, nemanda í Kína og ég var með nemanda í Perú og ég var með nemanda í Bandaríkjunum og Spáni og þú veist, nemandi mínu voru bara dreifður allan heim og og við vorum bara, þú veist, heima að kenna og krakkarnir komin í skólan á netinu og allir voru bara á netinu og svo var það auglýst að síðasta flugið frá Íslandi myndi vera 7. apríl 2020 frá Spáni, frá Alicante til Íslands og þeir Íslendingar sem vildu komast til Íslands ættu að taka það flug og við fréttum að þessu og þetta var endar hugmynd Hafís sem sagði bara, á hverju förum við ekki bara til Íslands, ég meina, við erum hvað sem er á netinu og við getum alveg verið á netinu þar og ef við förum ekki 7. apríl þá kannski þurfum við að kanselera sönghátíð sumarið. Voru þið þá búin að bera saman viðbrögð íslenskra stjórnvalda og aðstæðirnar á Íslandi við Spán og... Já. Og það var allt miklu auðveldara hérna á Íslandi, það voru náttúrulega miklu færri sem dóu, það voru, þú veist, ekki sömu svona þú veist, það var ekki sömu reglur, allt var einhvern veginn miklu lausara hérna á Íslandi heldur en á Spáni og þannig að við bara ákveðum bara 1, 2 og 3 að kaupa miða og bara pakka. 1, 2 og 3? Já. Tóku risastóra ákvörðun? Já, tókum tölvuna með okkur og svona. Áttu þið húsnæði? Já, við vorum að kaupa, bankin á það, nei, þú veist, við vorum að kaupa íbúð, sem sagt. Já, byggum í eigin húsnæði, mætti segja. Og en við ætluðum ekki að flytja, sko, við ætluðum bara að fara og bjarga sönghátíð.
sem átt að vera sumari, því ef við förum ekki núna í apríl, þá kannski verður ekkert flogið bara í marga mánuði og þá munum við ekki geta haldið þessa hátíð, sönghátíð í Hafnarborg, sko, í júní. Þannig að við bara pökkum eins miklu við getum og við drýmum okkur í flug. En þið vissu það ekki þá að þið myndu kannski ekki snúa tilbaka? Alls ekki, nei, við ætlum bara að fara, þú veist, og verum sumarið og koma svo tilbaka bara aftur í ágúst. Og en við þurftum sko sérstakt leyfisbréf til þess að ferðast, þannig að það var ferðabann á Spáni í apríl 2020. Ég hafði samband við sko sendiherra Íslands í París sem að þá þjónaði líka Spáni, Kristján Andra, og hann var okkur mjög hjálpsamur og það er nú skemmtilegt að hann einmitt að fara að verða núna fyrsti sendiherra Íslands á Spáni, því að Ísland að fara að opna sendiráð á Spáni í Madrid 1. desember. Við höfum ekki haft það. Nei, bara konsul. Bara konsul? Eða konsúla þannig að Ísland að fara að opna sendiráð á Spáni 1. desember, mjög spennandi. Og svo mun Spánn líka opna sendiráð hérna á Íslandi. Það verður eitthvað aðeins seinna, tekur lengri tíma. Allavega þannig að hann skrifaði svona sérstakt alþjóðlegt leyfisbréf fyrir okkur sem við þurfum að sýna mörgur sinnum á leiðinni til Ísland, sko. Vegna þess að það var bara, sko, eina fólki sem sást á götunum var bara lögregla og her. Þetta var bara eins og í einhverju dystopíu kvikmynd, sko. Og hann sagði ekki keyra til Alicante því að þið verður stoppuð svo oft. Þið skulle fara hérna og taka lest frá Atocha í Madrid til Alicante og svo flugið þaðan. Og við þurftum hérna og við tókum leigubíl, sko, frá okkur og á lestastöðuna, vegna þess að það voru ekki venjulega lestir í gangi, það voru bara örfáar svona lestaferðir svona hérna þú veist, til áfangastæðir sem voru lengra í burtu. En þú veist, neðanjarlesnar gengu ekki í Madrid en sko, þú veist, við vissum það að ef einhver var að brjóta reglur og fara út úr húsi, þá var fólk alveg að kasta í fólk sko tómutum eggjum og svona bara á íbúðum sínum, þú veist, svikari, þú veist, svona. Þannig að leigubílstjórinn sem kom til okkar Eins spænski Bjarni Ben hefði ekki komist upp með að hérna sem ráðherra að vera á einhverjum pubbi eða einhverjum skemmtistað. Nei, alls ekki. Það voru bara að dreyma á sér. Og klukkan 8 á kvöldin þá opnuðu allir gluggana og klöppuðu fyrir heilbrigðisstarfsmönnum. Og svo var bara diskó, sko, þú veist, í blokkin okkar sem er með svona stóru miðsvæði, bara allir opnuðu gluggana og það var eitt sem bara blastaði sko tónlist og svo var fólk bara að syngja eitthvað We Are The Champions og svona. En allavega þannig að leigubíllinn hann þurfti að koma sko inn í bílakjallarinn okkar sem er í rauninni bannað, en bara meðan hann vildi ekki neitt sæi að við værum að setja ferðatöskur í bíl. En þess að þá myndum við bara lenda í aðkasti. Og við tókum leigubíl og það var bara furðulegt að keyra í gegnum Madrid, hún var bara tóm, engin umferð. Svo förum við að Atocha stöðina sem er risastór lestastöð í miðborg Madridar. Hún var tóm, það var næstu í allt slögt og eina fólki sem við sáum voru her og lögregla, bara nokkrir hérna með, þú veist, með byssurnar, sko. Og alltaf þurftu að vera að sýna vegabréfin okkur og þetta leyfisbréf frá Kristjáni Andra. Og svo vorum við náttúrulega með grímur og það var rosalega erfitt að fá þessar grímur. Við þurftum að fá þær með hálfgerðum mútum, sko, í apóteki, enga grímur eftir og engir hanskar og sápa og gel og það var bara allt búið í öllum súpermörkuðum og svona. Við vorum sem uppdóta hanskar, sko. Þú veist, við náttúrulega vissum ekkert hvernig það væri og svona, þú veist, þannig að ég var með svona bláa hanska og maðurinn minn svona gula uppdóta hanska alla ferðina. Og hvað eru krakkarnir gamlir þarna á þessum tíma? Og þau eru sko þá 2 börn, en ekki? Jú, 12 ára og 8 ára. Já. Og voru þau ekki, var þetta ekki líka? Jú, það var ekki koma við andlit á þér, þú veist, þetta var alveg rosalegt stress. Og líka við borðum ekki neitt alla leiðin og drukkum ekkert vatn og fórum ekki á klósettið, þú veist, til þess að smitast ekki, maður var náttúrulega bara eins og allt væri geislavirkt, þú veist. Já, við vissum ekki betur. Nei. Og og í fluginu, sko, fyrst ætluðu ekki að hleypa hafi í flugi vegna þess að hann er ekki íslenskur ríkisborgari og þá þurfti að hafa samband aftur við, þú veist, við konsúl og þú veist, og lögregluna og fá leyfi og svona bara á flugvellinum í Alicante sem var eiginlega alveg tómur og allt slögt nema þessir örfáir farþegar sem voru leiðin til Íslands, þetta var absolutt, sko. Og svo var lögreglumaður, sko, fór á sýslumanninum á Suðurnesjum í vélinni og maður, sko, ef maður fór á klósettið þurftum að fá lögreglufylgd. Þetta var. Og svo þegar við komum til Íslands að þá kom mamma og Árni maðurinn hennar með 2 bíla þannig að við tókum annan og við þurftum að fara í 2 vikna einangrun. Og frænka mín Sella lánaði okkur húsið sitt á Eyrarbakka og hún fór bara heim til mömmu, sko, systir mömmu, fór bara heim til hennar og var hjá henni í 2 vikur, sko, þannig að fjölskyldan aldeilis stutt okkur í þessu og við vorum heima hjá henni bara á Eyrarbakka með tölvurnar okkar að kenna og krakkarnir, þú veist, í tímum á netinu og svona og
og þú veist þetta var alveg rosalegt, en svo þegar það var búið, en þá við máttum þó allavega að ganga úti sko, anda okkur fersku lofti og svona sem var meira heldur en á Spáni, því að krakkarnir þar máttu ekki fara út fyrir tröskuldin, þú veist bara að vera inni. Í hvað mánuði segir þetta hafi verið? Þannig að það er svona aðeins byrjað að vora og það er orðið bjart Það var þetta rosalega mikil snjór á Eyrarbakka þegar við fórum þangað og en svo fórum við bara til Reykjavíkur Þið fenguð íslenska kraftin Já, íslenska hreina loftið og svona og þetta, að vissu leyti var þetta líka með skemmtilega tími sko, það skrítið að segja vegna þess að við fjölskyldan vorum svo saman í þessu þannig að þetta var líka svona þetta mætti segja þjappaði hópnum en það meira saman Þetta segja margar fjölskyldur Þetta var mjög sérstakur tími vegna þess hvað við vörðum miklum tíma innbyrðis Já. Og þú veist eins og sagt sælt eða sæll sameiginlegt skipbrot og þú veist og ef einhver hópur á svona sameiginlegan óvin sem í þessu tilfelli var COVID þú veist að þá þjappar það líka fólki saman sem á populistar vita náttúrulega þegar þeir benda útlendinga og aðra sem aðal vandamáli þú veist á Íslandi eða öðrum löndum þetta var smá útúr en svo bara allt innu bara dott okkur hug hvað við bara þú veist skoðum mögulegan að flytja hingað til Íslands þannig að þá bara byrjuðum við á því að senda CV út bara út allt og ég fekk viðtal og svo bara starf sem söngkennar við tónlistarskóla Kópavogs byrjaði þannig og svo fekk ég líka nemendur við söngskóla Sigurðar Demets og þá var þetta bara komið þú veist, svo fekk hafi líka vinnu sem gítarkennari og þá sem bara við flytjum bara þannig að við bara seldum íbúðin okkar Hvernig fannst krökkunum svo hugmynd? Sko Evu fannst það kannski helt í lagi en Leo var ekki hrifinn og hann var hélt alltaf svo eftir þetta að værum á leiðinu út bara hvenær flytjum við svo aftur tilbaka þú veist, en þau eru nú búin að sætta sig við þetta núna og þau var aðlagast vel Já, þau hafa það sko, en þannig við fengum vinnu bara og svo fórum við og við sko seldum íbúðun okkar fyrsta daginn sem hægt var að selja íbúð því að það var allt lokað, það var sko 30. júlí 2020 og það mátti ekki eins og sína íbúðir fram að þessum tíma og það var kona sem sagði, já, ég skal kaupa íbúðina ef að ég get fengið hana eftir 10 daga og við vorum á Íslandi sko þarna einhvern tímann 20. júlí og við sögum bara já og svo keyptum við okkur flug sko og svo þú veist þurftum við að hafa samband við alla á Eimskip og hvernig þú veist og gám og hvernig við að flytja þetta og þú veist og einhverja flutningaþjónustu og já við getum komið til 3 mánuði þú veist sögðu báðum við bara nei þetta verður þú veist 29. júlí og við sváfum ekkert við borðum allar neitt eða fórum á klósettið sko í marga daga Þetta brjálaður tími og svo fluttu við sem sagt þarna í lok júlí og það var sko 38 stiga hiti og þá eru menn sko með grímur og hanska og búum á 8. hæð og þeir voru það var nefndar lifta sko en þeir voru að bera alla kassana og húsgögnin og sko píanóð okkar þurfti að bera það niður 8 hæðir 2 menn í 38 stiga hita þá hugsa ég, eins gott að ég vinn ekki við þetta. Er það svona upright piano? Já, þetta var ekki flýs. Alveg 200 kíló það ekki hátt í það? Þetta ég veit ekki hvað þetta er þungt, rosalega mikið, þeir allavega bara svitnuðu þessu aldrei, síðan okkur svitna á æfinni. En þetta tókst. Við glemdum reyndar einhverju sko, við glemdum uppþvottavélinu okkar og einhverju svona, þú veist, þetta var bara alveg svona sko, þetta var bara að gerast 1, 2 og 3. En þetta gekk, þetta var rosa mikil áhætta, en þetta gekk og Já, svo þurftum við aðeins að bíða með, þú veist, maður þarf að vinna í 6 mánuði til að geta, þú veist, fengið lán og kaupa hér. En og við bara vorum heilengi með mömmu og Árna manninum hennar og þau höfðu bara mikla þolinmæði gákast okkur. En svo tókst þetta, svo keyptum okkur íbúð og erum bara búin að koma okkur vel fyrir, sko, og sjáum ekkert eftir þessu núna. Þú tónum hluti af íslensku geðveikinni. Já, einmitt, ég er bara komin í sama lífsgæða kapphlaupi hérna. Einmitt, og ofurvextina eins og við rættum hérna fyrst og allan ófyrirsjáanleika sem er í rauninni í lífum okkar allra en sérstaklega þó hjá ungu fólki. Já. Og ég er alltaf að tönglast á þessu sama sko, mér finnst að íslensk stjórnvöld og Seðlabankinn, bankarnir og stjórnvöld og svona hagsmunafélög, mér finnst sko ef það er eitthvað sem hræddur við þá er það að atgerfi unga fólksins bara því sé sparkað á landinu sko. Að það sé ekkert hægt að sjá það fyrir sér að þú getur keypt hér húsnæði og búið sæmilega öruggu efnahagslífi eins og allt er
og ég botna ekkert í því hvað lítið verið að tala þessa ógn. Deilirðu þessum áhyggjum? Nákvæmlega, og þú sagði hvað þetta slæm fjárfesting sko, fyrir ríkið í fólki. Það búið að fjárfesta í að mennta allt þetta fólk í grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum og svo bara flýja þau. Vegna þess að þau fá ekki vinnu hérna við hæfi eða geti ekki keypt sér íbúð eða sjá ekki fyrir sér að geta búið hérna. Þú veist, þetta náttúrulega rosaleg mistök, finnst mér. Þetta eins og plan án framtíðar, sko. Það bara... Þannig að það þarf sko, þú veist, að fá fólk heim og það þarf bara að búa þeim miklu betri aðstæður til þess að búa hérna. Og þú veist, því að Ísland að mörgu leyti svo frábært land og þú veist, það rosalega mikið öryggi hérna og þú veist, mikið, öryggisnet og frábæra aðstæður, þú veist, til náms og starfa og svoleiðis, en það eru bara ákveðin hlutir sem að þarf að laga, þannig að við vonum bara pólitíkar sem þeir gangi í það. Og ég sko, og þú veist, ég sjálf, sko, ég myndi vilja sjá Íslandi í Evrópusambandinu og með evru. Já, einmitt, bara að fá samkeppni, vexti sem að væru á pari við Evrópulöndin, annan gjaldmiðil. Já, ég myndi líka vel að sjá evrópsk bankalög á Íslandi. Evrópsk bankalög á Íslandi og þá getum við svona hægt og rólega aðlast, komur að segja, fyrirsjáanleikan sem í þú þekkir hann eftir að hafa búið á Spáni, það náttúrulega ákveðin fyrirsjáanleiki. Og þá innvið líka sem Evrópusambandið hefur lagt í rosalega mikið til dæmis varandi vegi bara á samgöngur á Spáni. Já. Það geti líka að koma okkur vel. Ég náttúrulega ekki helsti spesialisti til þess að tala þetta. En hérna... Þurfum ekki að vera spesialistar. Nei, en ég myndi allavega vilja sjá Ísland ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Já, einmitt. Heyrðu, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, það búið að vera ótrúlega skemmtilegt að spjalla við þig. Það svona fer að líða 2 klukkustundum. Þetta eru lengstu viðtöl sem að ég hef tekið. Það eru þessi, þetta helgi spjall og mér finnst þú standaði ótrúlega vel að vera ennþá uppi standandi þarna í stólunum eftir næstu 2 klukkutíma. Sömuleiðis. En sko, já, nú eru þeir dagar horfnir að þú ert 300 daga á ári í sól og góðu veðri. Já, einmitt, já. Það gott fyrir húðina að fá ekki svona sólaskeptur. En saknar þess stundum að vera ekki lengur í Madrid? Já, stundum sko, þú veist, en það bara svona, hvað ég segja, svona utan að koma til þættir. Þú veist, ég náttúrulega, hérna mín fjölskylda og mínu vinir. Já, þú veist, miklu sterkari rætur hér heldur en þar. Já. Alltaf erfiðara fyrir manni minn, þú veist, að fjölskyldan hans úti. En hefur hann aðlagast vel? Og hann hefur aðlagast vel. En það rosalega mikilvægt að fara út. Þú veist, alltaf endrum og eins. Ef ég myndi hitta hann, myndi ég spyrja hann how do you like Iceland? Væri þetta alltaf einhvern veginn? Eru við ennþá þar eða? Já, alltaf flesti sem spyrja hann að því. Og svo spyrja ég, hvernig gengur með íslenskuna? Talar íslensku? Og þá segir hann, já, ég tala smá. Varstu búin að vara við? Hvernig þetta þig? Já, hann var samt henni búin að vera kominga, þú veist, í heimsóknir síðan 2001, sko, kom hann í fyrstu heimsóknina. Þannig að hann, þú veist, þekkti Ísland alveg, þannig séð nokkuð vel, sko, við erum yfirleitt búin að vera á sumrin og svona, áður en hann fluttinga, þannig að hann vissi svona að hverju hann var að ganga, sko. En ég verð hins vegar að segja að íslenskan áskorun fyrir hann og mjög marga útlendinga á Íslandi og þú veist, ég myndist aðeins á þetta þegar ég var hérna viðtali hjá þér áður, sko, þegar við vorum að tala jafnt aðgengi á listnámi og svona, en ég myndi vilja sjá bara miklu meira lagt í íslensku kennslu fyrir útlendinga. Bæði, þú veist, aðflutta Íslendinga sem eru fullorðnir og líka fyrir börn. Miklu meira, þú veist, bara miklu meiri kennslu. Rannsóknir líka, þú veist, til þess að hjálpa kennurum. Þú veist, hvernig þeir geta kennt fólki, þetta mjög erfitt tungumál. Hann hefur ekki upplifað það að það væri svona neitt verið að ýta að honum íslenskunni. Jú, hann búin að fara á fullt af námskeiðum og hann reynir og svona, en þú veist, ég sé bara að þetta er mjög erfitt, sérstaklega fyrir fólk sem ekki með grunn í germönskum tungumálum, eða þú veist, sem að hann, þú veist, hann alveg tvítyngdur á spænsku og ensku því hann ólst líka upp í Bandaríkjunum. Hvort ekki rómast tungumál, eða ekki? Já, enskan kannski blönduð, það ekki, já, ensku og svo talar hann líka frönsku, en þú veist, hann alltaf aldrei lært þýsku. Og það fólk sem hefur lært þýsku eða þú veist, það kemur frá Þýskalandi eða Hollandi eða Niðurlöndum og svo les eða Norðurlöndunum og svona á oft auðveldara með þetta. En svo það, já, svo náttúrulega líka bara misjant hvernig það liggur fyrir fólki, en þú veist, en ég held að sést bara óhætt að segja, íslenska mjög erfitt tungumál, sko, málfræðin svo erfið.
En það verður spennandi að sjá hvernig hún þróast. Þetta alveg sko efni í annað viðtal. En það kæmur ekkert á óvart ef íslenskan myndi einfaldast með árunum, sérstaklega við verðum eitthvað fleiri en 400.000 manns. Að við fletjum hægt og rólega út erfiðu málfræðina eins og löndin í kringum okkur hafa gert sko, í gegnum. Það var náttúrulega einangrunin fyrst og fremst sem hefur haldið tungumálun okkar svona lítt röskuðu. Og það mjög fallegt og ég elska íslenskuna sko, ég elska bókmenntir og ljóðlist og svoleiðis en þú veist, en í vorkinni samt líka því fólki sem er með að læra íslensku og stundum þú veist, þá velti ég fyrir mér hvort að það væri kannski betra að einfalda hlutina svolítið og fyrir okkur líka vera svolítið umburðarlyndari gagnvart málnotkun annara. Já, einmitt. Ég svona rétt í lokin, ég ræddi fyrr í þessari viku við 2 konur sem að nota tónlist sem þerapíu gegn fólki sem að hefur mist heilsuna, kannski með einhverja heilabilanir eða eitthvað svoleiðis og þær fara á hjúkrunarheimili með músíkþerapíu, fara í spuna og segjast verða vitni að kraftaverkum. Frábært. Já, og hvað það við tónlistina svona síðasta spurning bara til þín sem að þér finnst stærst? Það þessi sko náttúrulega túlkun á tilfinningum og stundum líka á óræðum tilfinningum. Náttúrulega í sunginni tónlist erum við með texta, þannig að þar listformið blöndun af ljóðlist og tónlist eða bókmyndum og tónlist. En svo í sko hljóðfæratónlist ertu með abstrakt tónlist sem líka mjög skemmtilegt því að sko þú veist, þeir eru ekki menni texta, þetta túlkun, en túlkunin svo rosalega opin. Þú veist, vegna þess að mér kannski finnst þetta verk fjalla þú veist, eitthvað ákveðið og þér finnst það fjalla eitthvað allt annað, en við erum samt bæði með sterka tengingu við það. Já. Og það eitthvað sko, við tónlistina, hvað það? Hljóðbylgjurnar, það rytmin, það eitthvað sem að tengist hjartslættinum í okkur, röddinni, hljóðunum, þú veist, bara öll þessi áhrif sem að tónlist getur haft á okkur, til þess að æsa okkur upp eða róa okkur niður eða, þú veist, tjá okkur á mismunandi hátt og svo leiðis, að það allavega eitthvað við hana, við leitum í hana, þú veist, okkur líður mjög oft betur þegar við hlustum á tónlist og þannig að hún já, en það eitthvað mystík í kringum hana. Ég get ekki alveg útskýrt það. Ég veit bara hún mikilvæg, en af hverju? Það bara verður rannsóknarverkefni. Herðu, frábært að spjalla við þig. Við höfum farið víðan völl. Það verður gaman að sjá hvernig ykkur öllum vegnar í framtíðinni og þú heldur að fara að syngja og stýra söngskólanum og við fáum að vita innan tíðar hver verður óperustjóri og alltaf eitthvað spennandi. Börnin, eru þau líka í músík og sérðu það fyrir þær að þau verði músíkantar? Ég veit það ekki sko, bara þau allavega hafa fengið mjög góða tónlistamenntun og eru ennþá sko. Eva sem sagt lærði á fiðlu alveg frá hún var svona 4-5 ára og var endar að hætta núna en sko, svo hún líka búin að læra á píanó í mörg ár og söngnámi, mikið leiklist líka. Og Leo búin að læra sko á selló síðan hann var 5 ára og þú veist að hann heldur áfram í því og og svo var hann líka drengjakór Reykjavíkur og nú hann komin í söngnám líka í söngskólan í Reykjavík og hefur líka mjög gaman að leiklist að fara að leika í stuttmynd og hefur leikið í Þjóðleikhúsinu, bæði hafa leikið aðeins í Þjóðleikhúsinu og svo leis, þannig að þau eru svona listin mjög sterk í þeim. Það minnir svolítið á mömmuna Já, einmitt, já. En svo aldrei að vita, kannski langaðu bara að gera eitthvað allt annað. Þau eru þó allavega með menntun og geta þá tekið ákvörðun sjálf hvað vilja gera. Spennandi framtíð. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Og kannski ágætt að minna á það að á morgun verður hér þjóðmála þátturinn Synir Egils eins og alla jafna á sunnudögum. En ég þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að hafa fylgst með okkar dágóða samtali. Næsta helgispjall, næsta laugardags morgun. Fariði vel með ykkur og veriði sæl. Segðu það á Samstöðinni.